Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudeginum 13. ágúst. Þriðjudagurinn 13. Oddný Eir Ævarsdóttir. Er það eitthvað svona sem að vera hættu við? Ég veit það. 13. föstudagurinn, hann er eitthvað hættulegur. Já, en það er víst sko algjör miskilningur. 13. er víst sko tala bara, ég man ekki, hún er allavega sko... Guðs og allra hans engla. Já, en ekki svoleiðis. Já. Já. Og tala gyðjunar og alls konar, það er eitthvað svona mjög mögnu tala, þannig að þá maður á ekkert verið hræddur við. Ég held að maður ekki alls ekki verið hræddur við sko föstudaginn 13. og því síður, já, en síður þriðjudaginn 13. Þetta var bara hljómað eitthvað, þriðjudagur 13. Það var hljómar eins og hvað. Herðu, hérna á eftir í þættinum, og þá kemur hann hérna bara núna eftir, að þá kemur Björn Þorláksson og hann ætlar að tala við Björgu Evu Erlendsdóttur, sem er framkvæmdastjóri Landverndar, vindmyllugarð sem að Landsvirkjun er að reisa. Við ætlum að tala þetta og ég veit að við munum tala svo meira þetta í framhaldinu, vindmyllur. Hefur þú skoðun á vindmyllum? Já, vill svo til, já. Ég hef aðeins kynnt mér að þær virkuðu fyrst svo alveg frábær kostur og valkostur. Mikið af þeim í Danmörku manni þegar ég var þar. Já, en svo eru þær sko, þær eru bara, þetta er svakalegt svona inngrip í náttúruna, miklu meira en menn töldu. Þannig að fólk sem að býr nálagt, þetta fer illa með samfélögin í kringum vindmyllurnar en líka, sem sagt, dýralífið og náttúruna. En ég er ekki sérfræðingur þannig. Svo erfitt að taka það niður, mannst ekki, það voru einhverjar 2 vindmyllur í Þykkvabæ. Og það var komin Landhelgisgæslan og Víkingasveitin og bara allur íslenski herinn einhvern veginn að reyna að fella þessa vindmyllur og eins og Don Quixote að reyna að fella vindmyllunar. Og ég man ekki, unnu þeir vindmylluna, fjalluna á endanum? Já, mér minni það sko, hún hefur fallið, en einmitt með þannig að þetta óafturkræfa er svolítið, það er stundum sagt að þetta sé svo auðvelt að taka þetta niður en svo kemur það svona daginn að þetta er svolítið í margvíslegum skilningi held ég svolítið ákvörðun að taka hvort ég að planta þessu. Og það eru mörg sjónarmið í þessu. Það verður spennandi að heyra Björgu Evu lýsa því. Ég heyrði eitt sjónarmið daginn sem var það væri kannski, jú, allir lagi ef að Landsvirkjun væri með þetta vegna þess að stundum blæs vindurinn og kannski voðalega oft, en stundum blæs hann ekki. Þannig að Landsvirkjun af því að þeir eiga vatnsaflsvirkjanir og að þá geta þau, það sem að vera vindur og blæs mikið og vindmylluna framleiða mikið af rafmagni, að þá bara er hægt að senda aðeins minna vatni í gegnum vatnsaflsvirkjanir og svo þegar vindur blæs ekki, þá bara eykur við framleiðsluna. Þannig að þetta getur gengið upp. En einhver sem eins og verið að gera plön í Dölunum og út all land á Melrakkasléttu og hér og þar, það eru plön hjá fyrirtæki sem ætla bara að eiga vindmyllugarða og þá er það hugmyndið svo sko að það er eiginlega glataður sá sem er að setja straum inn á kerfið, gera það bara þegar það er rok og svo farið ekkert frá hana þegar það er logn, þannig að þetta getur eiginlega ekki gengið upp sko. Þetta er svona svolítið með þess að tækni nýjungar sko og kemur fram í spjallinu eiginlega í núna svona mikið af okkar samtíma vandamálum að þá er þetta spurningu svolítið framkvæmdin á eignarhaldið sko, að því að þetta er eins og að spyrja, ertu á móti, sko ég er ekki á móti vindmyllum í sjálfu sér, það hljóma bara mjög vel, ekki það að virki vindin, en ef það er svona að það eru stórfyrirtæki sem ekki hugsa hvorki náttúruna né samfélögin, já, þá er ég á móti því, eins og spyrja, ertu á móti kynlífi? Nei, ég er ekki á móti kynlífi, en maður er kannski á móti því að það sé einhverju sem er að selja það og taka aðra mannsali og nota börn og nota það kynlíf sem þrælahald. Mér finnst þetta svolítið þannig svona, mikið okkar stóru spurningum í dag. Já. Þannig að þú myndi ekki ganga í félag sem á að stofna sem er Don Quixote, andstæðingar vindmylla á Íslandi. Já, ég get ekki bara sagt, ég bara ætla að hlusta á Björgu Evu og vita hvort ég... Já, herðu, síðan kemur hún Svala Magnea Ásdísadóttir sem er blaðamaður, vann sem blaðamaður í Íslandi og líka unnið sem blaðamaður í Svíþjóð, býr í Malmö. Hún er formaður Málfrelsis sem er félag til þess að verja málfrelsi á Íslandi. Ég ætla að fá hana hingað af því hún er á landinu að spjalla við mig málfrelsi. Þetta er félag sem var stofnað svona upp úr COVID
Það voru hópur sem taldi að væri svona einsleitt umræðan í íslensku samfélagi og að það væri svona hætta í þessu að þegar allir eiga að hlýða víði og þeir sem ekki hlýða víði eru litið á sem andstæðingar samfélagsins sem náttúrulega fólk sem bara að reyna að halda upp í umræðu í samfélaginu og við kannski ólust upp með þá trú að samfélagið yrði sterkt ef við hefðum málfrelsi og væri svona einhver diskussjón í gangi og út úr henni kæmi besta niðurstaðan. En svona í COVID og að sömuleyti má færa rök fyrir því að það hafi haldið síðan áfram, til dæmis í tengslum við Úkraínustríðið og okkur fleira, að það eiginlega búið að ákveða einhverja niðurstöðu og þeir sem að vilja halda einhverju öndverðum skoðunum á lofti eru eiginlega andstæðingar samfélagsins, sem svolítið sérstakt. En þetta er nú spennandi að heyra hvernig, einmitt, bara svona sem að maður gengur að þessi vísu málfrelsis jákvætt að pæli því, pæli þessum breyttu. Nei, ég ætla kannski nefni aðeins við það sem mér fannst áhugavert þegar Finnar og Svíar gengu í NATO. Sömuleyti fannst mér það kannski eðlilegt í Finnlandi, en mér fannst það mjög sérstakt að hvernig allt í einu verður bara í Svíþjóð mikil átök í vinstriflokknum sem í honum býr svona margra áratuga andstaða við heimsvörtastefnu Bandaríkjanna og svona skeptísk gagnvart NATO og þessum hernaðarbandalögum og eitthvað fleira, að sá flokkur eiginlega bara neyddist til þess að fylgja meginstraumnum því annars hefði hann bara verið skilgreindur sem bara verið bannaður eða andstæðingur ríkisins. Ég segi það ekki, en svona í umræðinni, hann var svona rosa einslegt. Þetta eitthvað sem okkur finnst mjög gaman að tala við Rauðaborðið svona málfrelsi. Við erum bara í því að virkja málfrelsið, virkja umræðin, en líka er það ekki þannig einmitt að því að COVID þá var svona ákveðið neyðarástand og þá má ekki, þá eiginlega samþykkja mjög margir að bara fyrir eiginlega samfélagsheildina að hlýða orðum og svo er það bara hvenær einhvern veginn er því neyðarástandi lokið og það virðist vera svona svolítið í heiminu og það er bara orðið eitthvað svona framlengdi neyðarástand, þannig að það geta allir verið sammála um það að hatursorðræða sé ekki æskileg, en svo er orðið einmitt kannski að það er ýmislegt sem er skilgreint allt í einu sem hatursorðræða og skilgreint sem róttækt, öfga, sem að var ekki skilgreint hvorki róttækt né öfga áður. Þú varst nú í heimspeki sem að byggir mikið á fólk tali. Og skiptist á skoðunum, eða ekki? Er það virkilega þannig að málfrelsi, það er mjög gott að hafa það á svona góðum dögum, en þegar það á reynir, að þá verðum við náttúrulega bara að pakka því ofan í kjallara og þá verðum við að hafa samheldina og stoppa ólíkar skoðunir, af því að málfrelsi er bara eitthvað sem við notum á góðum dögum. Er það virkilega þannig? Er ekki málfrelsi, þurfi ekki kannski ennþá frekar á því að halda þegar það eru erfiðar ákvarðanir og átök? Jú, ég held það sko. En það er ekki þannig sko. Nei. Það var slökkt á því COVID, það var slökkt á því Úkraínustríðinu. Og maður skilur það vel til dæmis að það, þú vilt ekki bara að fyrir fram að barnið þitt sé verið með einhverju ógeðslega hatursorðræðu, en þú vilt ekki það er ekki kannski þar með sagt að þú viljir útrýma bara öllu sem er óþægilegt úr umræðunni. Ég held að sko heimspekin sé akkurat þannig og hún er bara kannski hálfgerð rannsaka þetta sko. Þar er og á að vera að gera það, skoða hvenær er málfrelsið, hvað er málfrelsi og hvernig þurfum við að svona búa því vettvang. Það er ekki bara hægt að tala um málfrelsi, við verðum líka að hafa ykkur tæki til þess og megum ekki láta laga, ramma, þrengja að okkur og já bara hvað megum við segja. Ég held að það sé svona þar sem kannski heimspekin og lögfræðin mætast líka. Megum við segja svo til hvað sem er? Ég ert að spyrja jú, svo til hvað sem er. En við erum náttúrulega að bera ábyrgð á því sem við segjum, þannig ef ég lýgu upp á því, þá verð ég að bera ábyrgð á því. Það er ekki þannig að þú megir ljúga og megir raka og djöflast á því. Já, þessi ábyrgð líka gagnvart hverju og þá með tengist það sko náttúruverndinni líka því að stundum eru svona í heiminum ef hafa verið stórfyrirtæki sem hafa vaðið yfir samfélög með einhverjar í ljósi tækninýjunga og raunverulega í ljósi þess að vera að bæta samfélagið. Þegar síðan illa fer og hafa orðið kannski bara stór umferðisslys, hverfislys,
þá mjög erfitt að draga eitthvað til ábyrgðar vegna að þetta eru hlutafélög og það raunverulega enginn sem að gengst við ábyrgðinni og það það sem að... Þá alltaf við í svona orðuræðu, þá alltaf eitthvað sem segir þetta. Eða þau eitthvað svona... Já, en lagalega séð og svona réttitalega séð það ekki svolítið mál hjá okkur. Hver gengst við ábyrgðinni? Þú getur dregið einhvern blaðamann til ábyrgðar sem segir eitthvað fer yfir markið, einhver skilgreind mörk. En það auðveldara að draga blaðamann... Það einhver ríki kallar sem eftir samstöðinni, frétt sem að Hjálmar skrifaði hérna, sem á eftir okkur og ég held að við séum búin að eyða milljón í lögfræðikostnaði að út af einhverjum móðgunarginni einhverja ríkra manna sem að finnst eins og að megi ekki hallmæli því sem að þeir eru að gera. Þannig að þetta alltaf verið í gangi. Sko. Ég kynsla blaðamanna þar sem að við vorum fengum stefnu einu sinni í viku. Sko. Já. Og vorum dæmd fyrir það og hvað í dómunum sagt sko að þó svo að þetta sé satt að þá var þetta var fyrirsögnin í of stóru letri eða eitthvað sko. Þannig að þessi sko þrýstingur á því að þagga niður fólk hefur lengi verið. Herðu, en þú ætlar að tala við Barböru Guðnadóttur sem borgarbókavörður. Hvað? Barbara Helga Guðnadóttir, hún sko ætlar að koma að segja okkur frá rafbókasafninu sem að borgarbókasafnið rekur og hefur verið til umræðu núna undanfarna daga vegna kvörtunar almennings raunverulega langa biðlista og það sé bara mjög erfitt að nýta sér þessa þjónustu og spurningin þessi af hverju þessi þjónusta ekki betri hún en og... Hverju, heldur það? Það því að útgefendur vilja ekki láta bækurnar að vinna þegar alltaf selja þær eða? Já, það svona, þetta virðist vera svolítið stríða milli sko einmitt talandi stórfyrirtæki Storytel sem orðið ansi ráðandi á markaði og þannig að við erum að pæla líka í því sko rafbókasafnið sem að virðist vera miklu betra fyrir samfélagið og til dæmis rithöfunda og svoleiðis pæliði í samhengi líka þess stofnunar bara sem borgarbókasöfnin svona einhverju samfélagsstofnanir sko. En það eitthvað breyst í samfélaginu núna þannig að þegar rafbókin verður til að þá eru þeir sem gefa út bækur eru með svona tregðu yfir því að þessu settar inni á bókasöfn á meðan að þeirra verður að búa til bókasöfnu fyrir meir en 100 árum að þá var það bara að talið vera eðlilegur bara aðgengi fólks að menningu að þeir sem notuðu bókasöfnun og ætti gefna að vera að kaupa sér bækur að þeir hefðu aðgang að menningunni en núna erum við bara á tímabili það sem þau gildi eignaréttur bókaútgefandans ræður meiru. Það málið? Já, mér fannst það eiginlega kannski, ég var að viðurkenna mér þetta svolítið flókið upplegg vegna þess að til dæmis eru allir mjög frekar tilbúinir til að láta Storytel fá höfundaverk sín og kannski það bara einhver miskilningur að láta ekki rafbókasafnin svona. Þetta kemur Storytel að þeir megið ekki. Já, en þetta svona svolítið, þetta bara eiginlega dálítið spurning að fara ofan í samninga og vera ekkert yfir það hafin að skoða, að lesa, til dæmis rithöfundar þurfa til dæmis að lesa smáletri greinilega og síðan tala ég við Hermann Stefánsson rithöfund þetta sama? Já, ekki með alveg sama en þó vegna þess að hann hefur persónulega reynslu af því að eiga við Storytel og svo kallega risa málheild sem þessi svona orðagrunnur sem að fóðrar gervigreindina. Þannig að þetta eru svona, og þetta eru mjög svona, stóra spurningar verið að segja sem kom upp. Alltaf gaman að fá Hermann sem svona, hann svolítið svona óþekki maðurinn í íslenskri menningu. Hann svona púki, já. Hann púki. Og hefur oft bent á eitthvað sem að kannski menn hafa óvart bara sofnað á verðinum. Já, þannig að fólk horfir á hann og býður, hann gæti allt í hennu sagt eitthvað sem hann myndi stuða. Já, einmitt. Hann sjálfsagt stuðar hann oft og stuðar en hann líka oft bara að segja eitthvað sem mjög mikilvægt að hann hefur þekkingu og í gegnum mörg ár að svona yfir bara mörg svið eiginlega og störf höfunda og hvernig það tengist öðrum sviðum þannig að það er mjög gott að fá að tala við hann þessi mál. Það frábært, hlakka til að hlusta á það. Já, þetta eru viðtölin sem að verða í kvöld en áður en að við vindum okkur í þau þá minni ég á sem að ég geri hér oft að
samstöðinni tilraunaverkefni sem við stöndum að sem erum að gera þættina hérna, bæði hérna megin myndavélarinnar og hinum megin. Þáttinn í kvöld hafa Pétur og Laufey tekið upp og sendt út, en þið eru ekki síst þáttakendur í uppbyggingu samstöðunar. Dreifikerfið hefur byggst upp af afspurn, þar sem fólk hefur sagt frá efni, vinum og vandamönnum sem því líkar, og bent á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpssveitum, í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, og það má líka sækja þeir útvarpssendingar á spilaran.is á vefnum, og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á útvarpssendingar samstöðunar og allra íslenskra útvarpsstöðva, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanu, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki líka bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunnar, allan þessar hring, samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem kannski mikilvægasti þátturinn í uppbyggingu samstöðunar fólkið sem hefur gerst áskrifandi. Það eru samkvæmt könnunum sem voru gerðar í apríl 40.000 manns sem að horfa á þætti samstöðunar einhvern tíma vikunar, líklega orðið mikið stærri hópur í dag. Af þeim hafa 1400 manns gerst áskrifundur með því að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, og ef þið viljið slást í hópin þá getið þið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem grunn áskriftin, megi borga meirið við viljið, og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég hvet ykkur til þess að gera það, því að í hvers skipti sem einhver gerast áskrifandi þá setjum við í gang ykkur ráðagerðir að auka enn við dagskrána. Allur peningur sem hingað kemur inn fer beint í dagskrá, enda samstöðin fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. En framundan eru viðtöl kvöldsins, ég ætla að bregða mér aðeins hérna frá, og hann Björn kemur hingað, Björn Þorláksson, og ræðir við Björg Evu Erlendsdóttur. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við ætlum að ræða orkumál. Það urðu tímamót í gær þegar Orkustofnun veitti fyrsta vindorku virkjana leyfið, getum að sagt, við Búrfellslund við Vaðöldu í Rangárþingi ytra. Vindorka hefur verið bitbein í umræðinni hér í nokkur ár, og við höfum fengið framkvæmdastjóra Landverndar til að ræða við okkur þeirra hlið á málinu. Velkomin Björg Eva Erlendsdóttir. Takk fyrir. Hvernig líður þér í dag með tíðindi gærdagsins? Mér líður sjálfur bara ágætlega, þakka þér fyrir. En þessi tíðindi gærdagsins eru sannarlega tilefni til þess að slá í og gefa í náttúruverndarbaráttu, af því að þetta náttúrulega fyrsta leyfið í vindorku, og það ótímabært að okkar mati, þótt að það hefur verið farið eftir öllum lögum og akkurat þetta vindorkuver, við tölum nú ekki vindlundi, en vindorkuverið þarna í Rangárþingi ytra, að það sem sagt þá það fyrsta. Og hvað kemur svo? Það eru ótrúlega mörg svona orkuver á teikniborðinu, og eiginlega bara eins og það sé einhver svona hópbilun í gangi.
Ísland verður bara eins og einhver nálapúði ef þetta gengur allt eftir. Já, ég heldur sé í kringum 50. Já. En þú segir ótímabær og byrjum á því að þú rökstyðir það. Já, það er eiginlega bara þannig að Landvernd og margir fleiri líka hafa kallað eftir því að það verði einhver svona almennileg heildarstefnumótun vindorku á landinu og að okkar mati þá væri best að henni væri lokið áður en það er farið að virkja. Já. Og það er náttúrulega eitthvað sem við gerum oft ekki rétt Íslendingar, við bara framkvæmum fyrst og svo búum við til stefnu eftir á. Já, en í svona ofsalega erfiðu máli fyrir íslenska náttúru að þá væri miklu betra að heildarstefnan til mjög langs tíma væri tilbúin fyrst og það væri einhver svona sameiginlegur skilningur og vilji hjá þjóðinni eiga þessi orkuver að vera lítil og mörg, eiga þau að vera stór og mörg, eiga þau að vera bara út allt land. Já. Hvað eiga möstrin að vera há, hvað getum við þolað af mörgum svona möstrum á sama svæði, hvað með þau sjást langt að. Já. Yfirleitt er þetta þannig að þetta sést mjög langt að. Já. Og ég held ekki að það sé eitthvað náttúrulögmál að þau þurfa að vera svona hátt í 200 metrar eins og víða er áformað. Eru þau ekki cirka 150 metrar þessi möstur sem Jú, ég held að þessi séu cirka 150 metrar og það er miklu hærra. Það er helmingi hærra heldur en tilrauna vindturbínurnar sem eru fyrir ofan Búrfell núna. Já. Gnúpverjarhreppsmegin. Ég held að þær séu ekki nema 50 metra háar. Nei. Þannig að, eða 75 í mesta lagi, þannig að þetta er, og þau rísa ágætlega upp úr landslægin og sjást meðal annars úr Gjánni í Þjórsárdal. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem sést rosalega langt að og það þarf að taka með í reikningin, erum við tilbúin í það. Við erum líka að selja Ísland eins og mesta ferðamannaland í heimi. Já, þannig við ætlum einhvern veginn að gera allt. Þér finnst þetta ekki fara vel saman að við erum að auglýsa víðernin og óspillta náttúru en svo verður sjónræn upplifun ferðalangana fyrir miklu áreiti. Ég er ekki bara endilega að hugsa ferðalangana, ég er bara að hugsa líka okkur sem búum í þessu landi. Já, hvað erum við tilbúin til þess að hafa fyrir augunum? En að þú nefndir sérstaklega ferðarþjónustuna, þá sér þið fram á að þetta getur verið. Já, ég er bara bent á að það er þessi spaðar sem nú þegar snúast sjást til dæmis úr Gjánni sem að er friðland og svona náttúruperla. Já, er upplifun þín svo? Ég man fyrst þegar ég flög til Kaupmannahafnar og sá vindmyllurnar þar, það var forvitnilegt, það var, hvað þetta skrítið, en af því að náttúran er eins og hún er í Danmörku, ekkert svona mjög mikilfengleg, þá fannst mann þetta kannski ekki fara jafn illa þar eins og maður hefur ímyndað sér að gæti hendað hér í íslenskri náttúru. Veltur þetta einhverju leyti á mikilfengleika og sérstöðu náttúru hvort vindmyllugarðar eru góð hugmyndið ekki? Það sem allt veltur á fyrir það fyrsta, það er hvort að það er þörf á öllum þessum vindmyllum og hvort að þessi orkuskortur sem mikið er talað sé þannig að við þurfum að leggja landi meira eða minna undir orkuframleiðslu. Ég veit að það tekst á það. Já. En hvað var það náttúruna? En síðan ef að það ætti að fara út í þetta, þá þarf að byrja á því að skilgreina hvar getum við hugsað okkur að hafa þetta. Eiga svona vindver að vera kannski bara einhver staðar upp á Grundartanga eða við álverið í Straumsvík eða einhver staðar þar sem er mjög mikið rask fyrir. Og svo er líka annað í þessu sem kom nú ágætlega fram í viðtölum í gær, bæði við Höllur Hund Logadóttur og líka Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar, að það þarf náttúrulega líka að huga því hvort að það þarf að byggja líka nýjar raflínur öllu þessu tengt. Já. Í akkurat þarna við Búrfell þá eru raflínuna til staðar og þetta er einhvers konar framkvæmdasvæði fyrir. Já. Þannig að jöfnunar orkan sem líka er mikið talað að það eru einhver hlutir sem ekki þarf að fara í þarna. Já. En hins vegar er þetta í brúnhálendisins og sést alveg gríðarlega langt að. Já. En svo á mörgum öðrum stöðum þá bæði sést þetta langt að pluss að það þarf fullt af viðbótar mannvirkjum, fullt af viðbótar virkjunum, fullt af viðbótar vegum. Já. Og ég bara veit ekki til þess að það sé búið að
fara yfir alla þessa hluti þannig að það sé komin einhver almenn sátt, hvað þá kynning og samtal við fólkin í landinu hvernig þetta á að vera. Sko, vindur sennilega mjög misjafnlega mikill á landsvæðum. Á þess að ég hafi mjög mikið vit á því, ég ekki veðurfræðingur, en fyrst og fremst hyggurðu verið að einblína á hvernig þú færð mest út úr vindinum á hverjum stað, burtséð frá öðrum áhrifum, eða hvað ræður því þegar kemur að því að horfa til þeirra svæða sem að þeir sem að vilja virkja vind, hver þeirra óskalisti? Já, nú spyrð þú spurningarinnar sem að við ættum öll að fá svör við áður en byrjað. Já, og ég hef ekkert fengið svörin við þessu frekar en þú. Nei. Ég hef vissulega fengið svör það að það eigi ekki að hafa þessi vindorkuver á miðhálendinu, sem nú mjög gott, en þau sem verða munu enga síður sjást þaðan. Já. Þannig að það bara mjög margt í þessu sem ekki búið að svara, og ég alveg viss það að eins og þetta lítur út núna, að þá ekki einhver svona sjónarmið það hvar best fyrir alla að hafa vindmyllur sem ráða því hvar fólk ætlar að fara í þessa orkuöflun. Það bara einhverju sem hafa komist yfir land eða sjá tækifæri til þess að geta kýlt þetta í gegnum einhverja sveitastjórnir. Já. Það frekar þannig. Já. Að þarna bara viðskiptatækifæri sem að bara allir og amma þeirra ætla núna að hoppa á. Einmitt. Og að því gefnu að sveitastjórnir samþykki þessar framkvæmdir, þá harla fátt sem getur stöðaðar. Sko þetta tiltekna vindorkuver búið að fara í gegnum heilmikið ferli. Já. Og maður sá það alveg að Halla Hrund, hún orkumálastjóri, hún varaði við öllu mögulegu í viðtali í gær og kallaði eftir stefnu, alveg eins og Landvernd hefur gert, og það alveg hægt að taka undir allt sem hún sagði. Til dæmis að það þyrfti að liggja fyrir hvað þetta nota orkuna í, sem ekki Nei. Og það þyrfti að fara yfir, gera þessa heildarstefnumótun. Hún kallaði eftir því, en enga síður gaf Orkustofnun út þetta leyfi, og það virkar svolítið eins og að það hafi verið svona bara af því hún varð að gera það. Já, að hún sé jafnvel að gefa þetta leyfi sér þvert geð. Ég ætla svo sem ekki að segja hennar geð, en allavega sér hún að það þarf svona stefnu. Já. Og þess vegna þá eins gott að fólk fari bara að vítt landið að reyna að kynna sér þessi mál. Já. Og reyna að hafa áhrif á hvernig þetta þróast. Já. Vegna þess að annars þá verður þetta þannig að þetta kemur allt saman og það verður ekki aftur snúið og framkvæmdin komin og langt. Já. Enginn hefur samþykkt hana nema einhverja sveitastjórnir. Já. Og þá setjum við bara uppi með það að gera stefnuna eftir á, og það vill Landvernd ekki. Nei. Ég tók eftir mjög miklum, þetta nú meira svona komment heldur en ég sé að biðja það að bregðast við því. Ég tók eftir mjög miklum áherslumun hjá til dæmis Katrínu Jakobsdóttur, sem þá var forsætisráðherra þegar ég var einu sinni að vinna sem blaðamaður fyrir Fréttablaðið, og vindorka hafði verið til umræðu á ríkisstjórnarfundi, og ég kom með upptökutæki og spurði annars vegar Bjarna Benediktsson og hins vegar Katrínu Jakobsdóttur spurninga út í vindorkuna, sem þá var alltaf svona heitt mál í samfélaginu, og þá voru átt okkur á því hvað það gæti orðið víða. Ég man að það var ekkert líkt með svörum þeirra tveggja þóttu væru í sömu ríkisstjórn. Bjarni virtist mjög spenntur, mjög peppaður fyrir þessu, sá eiginlega ekki þessu fyrirstöðu, en Katrín talaði mjög mikið mikilvægi þess að regluverkið yrði í lagi, það yrði farið varlega, hún virtist velta mjög fyrir sér endalínunni, á meðan Bjarni virtist bara vilja stökkva á þetta allt saman, og síðan hafa verið sagðar alls konar fréttir svona hvaða menn eru þarna baki fjárfesta og annað, og manni dettur í huga þetta getur orðið svona dálítið stjórnlaust íslenskt viðskipta ævintýri sem
einmitt það sem fólk veltir ekki fyrir sér afleiðingunum, heldur það bara stokkið að stað, mjög mikla framkvæmdir sem geta fylgt þessu, hellingur af hjólum sem snýst, jú, það koma peningar, en já, nú veit ég ekki hvað sko hefur þér sýnst í landvernd að það sé von á einhverjum svona, við sáum umhverfisráðherra í vor leggja fram frumvörp sem að í rauninni veittu sveitarstjórnum aukið vald til að ráða sínum ráðum. Hefur þér sýnst sem ríkisstjórnin aktíft sé núna þessi einhver samstæða innan hennar að fara í næsta fasa þessara mála? Næsta meinar þá að greiða götu vindorku fyrirtækja yfirleitt á öllum þessum 50 heiðum sem að... Já, af því að sko ég að vitna í það að ég fann að þarna voru mjög skiptar skoðanir inn í ríkisstjórninni. Katrín var mjög á bremsunni, Bjarni var mjög á bensíngjöfinni og við höfum svona verið að bíða eftir því að fá að vita hvort verður ofan á. Já, ég held að það sé nú bara tölvert undir fólkinu í landinu komið, hvort verður ofan á, vegna þess að það sem við heyrum í landvernd bara vaxandi áhyggjur fólks af stjórnleysi í svona framkvæmdum og fleiri framkvæmdum líka og að fólk fari langar leiðir fram úr sér. Það aldrei nokkur lífsins leið að fá neina vitræna umræðu hvað á að nota alla þessa orku í. Nei. Og það heldur ekki hægt að fá neinar almennlegar upplýsingar sko, hvernig á að afla jöfnunar orkunar og það eru þá bara ennþá frekari náttúruspjöll. Já. Þannig að þessi náttúruspjöll sem fylgja þessu, þau eru bara ekkert kortlögð. Það allt landið undir meira eða minna og áhyggjur fólks landið kring eru mjög vaxandi og við sáum það greinilega við erum að byrja að kynna þessi svæði fyrir fólkinu í landinu og efnum þá til gönguferða svæðin og við byrjuðum á Grjóthálsi núna helgina og það komu 70 manns í 15 kilometra langa göngu. Það nú bara tölverð fyrirhöfn og tekur heilan dag. Það áhugavert. Og það alveg greinilegt að fólk ekki sama, eðlilega. Já. Og það eitt þegar að fólk að braska með banka og verðbréf og svona óefnislega hluti en þegar fólk farið að braska með sjálfa náttúru Íslands án þess að fólk fái röndverist þá segir fólk bara stopp og nóg. Já. Og það trúir ekkit lengur hvaða bulli sem Nei. Og bullinu orkuskortin þegar við vitum að við erum með dreifikerfi sem ekki búið að byggja upp. Þar eru stóru atriðin sem að hægt væri að nýta til þess að orkan verði notuð svo sem framleidd. Orkusparnaðarskýrsla kom út í fyrra, það voru nú bara 8%. Það eru líka miklu möguleikar. Sólarorka meiri slægur í henni heldur en áður var talið. Og það líka verið að skoða ölduvirkjanir þar sem eru kannski svona pínlítið eins og vindmyllur og hvolfi onni sjónum. Sem það svona við fyrstu sýn. Hugnast hér til dæmis sjávarfalla virkjanir betur en vindorku virkjanir? Mér þykja stórar vindmyllur svona huggulegri og það sem þær sjást ekki heldur en það sem þær sjást. Já. Og þetta var nú fest á báta þannig að mér sé hægt að flytja það til. Þannig að það eru bara til alveg ótal margir möguleikar í orkuöflun, jafnvel nýri orkuöflun, en við þurfum þá fyrst líka að finna út hver þörfin. Já. Af hverju ekki hægt að tala það? Já. Ég myndist aðeins áðan á að margir hafa áhyggjur af þessum hópi sem að vill virkja að þetta sé kannski ekki okkar besta fólk og ef arður þá fara hann út fyrir landsteinana og svona menn eiga pínu erfitt með að koma þessu heim og saman. Á hinn bóginn þá vindorka í ákveðnum skilningi græn orka og maður skildi ætla að félaga eins og landvernd hafi líka þá skildu að tala fyrir grænni orku. Eru það aldrei í vandræðum með ykkar sjónarmið gagnvart vindorku á Íslandi?
Nei, við erum ekki neinum vandræðum með það. Og ég veit ekki af hverju okkur ætti að bera skylda til þess að tala fyrir grænni orku bara út allt og alls konar og án þess að við vitum orku þörfina, okkur ber ekki skylda til þess að tala fyrir orkuöflun inn á markaðskerfi. Og sæmilega svona bara, einhugur innan landverndar. Okkur ber skylda til þess að verja náttúruna og það er það sem við erum að reyna að gera. Já. Og við erum auðvitað að reyna að gera það með fólkinu í landinu. Já. Og ég skynja ekkert nema samhljóm með okkar sjónarmiðum í þessu. Nei. Vegna þess að þetta er eins og einhvers konar áhlaup á náttúru Íslands. Já. Það er það sem það er og það er enginn sem er komin til með að segja það að þetta verði einhvern veginn skipti sköpum fyrir atvinnu uppbyggingu út allt land, sjálfbæra græna atvinnu uppbyggingu eins og alltaf sagt. En það eru bara klísjur. Við höfum bara séð það í öllu tilliti. Fáum fyrst á hreint hvar þarf orku og í hvað. Svo getum við farið að tala skyldur til þess að tala fyrir einhverju eða ekki. En ef við reyna að kreista út úr svona spekulatív svör, hvað heldur það að liggi til grundvallar þessu mikla áhuga að reisa hér 50-60 vindorkugarða? Sérstaklega ef það er ekki hvínandi orkuþörf. Hvað erum við að tala? Hverjar eru ástæðarnar fyrir þessu áhlaupi eins og þú kallar það? Ég held bara að þegar að fólk sér einhver eigir vonum að geta sett af stað arðbæran business þar sem að regluverki er ábótavant, að þá hleypur fólk augljóslega til í það. Og Norðmenn eru nú búnir að kannski klára svolítið sitt heima fyrir og horfa á fjárfestingar hér til dæmis. Norðmenn, Frakkar, fleiri og fleiri. Ég meina, hér er mikið af landi og þess vegna og hér er mikið af landi og lítið af regluverki og þá er mjög þægilegt einmitt að fara hingað. Mér finnst þú svolítið vera að lýsa Íslandi eins og frumstæðu þriðja heims ríki sem er einmitt bara auðvelt að ná fram ekki góðum vilja. Nei, en við erum ekki frumstætt land og við getum alveg spýtt í lófana og sett almennilega reglur, haft gagnsæi, haft lýðræðislega opna umræðu, við getum það vel. Já. Og ég hef alla og fulla trú á því að það verði líka gert. Já. Og ég hef alveg trú á því að þessi ríkisstjórn, hún ætlar ekkert að gefa einhverjum innrásarmönnum Ísland. Nei. Enda af hverju ætti hún að gera það? Ég bara trúi því og treysti að það verði fljótlega settar mjög góðar reglur og það verði stíð og bremsuna þangað til. Já. Við höfum séð ákveðin vanmátt getuleysi íslenskra stofnana til dæmis í slagnum á Vestfjörðum, sjókvíaeldinu. Það er viðurkennt af hálfu starfsmanna, jafnvel bara forstöðumanna stofnana að þeir geta ekkert gert. Ef framkvæmdi farin á stað þá sé ekki hægt að stöðvana, jafnvel þótt hún sé ólögleg. En það eina sem hægt sé að gera það sé að setja einhverjar dagsektir á sem eru kannski bara pínlítið brota þeim hagsmunum sem brotamaðurinn hefur að því að stökkva af stað. Ég held að séu mjög margir sem eru ekki mjög bjartsýnir á það sem að þú segir að verði vonandi, að hér verði sterkt, hér verði tekið upp gott regluverk og við getum treyst því að sagan endi vel fyrir náttúru Íslands og íslenskan almenning. Ég ætla bara að leiða mér að fullera það. Já, fólk getur alveg efast, en það er nú þetta sem við viljum samt öll. Já. Og til þess eru nú mistökin að læra af þeim. Já. Við höfum gert mistök og allir vita það. Allir vita að við höfum haft atvinnugreinar sem hafa vaxið allt og hratt. Já. Og undan reglunum. Já. Og það er rosalega mikilvægt að nákvæmlega þetta vaxi ekki of hratt og undan reglunum. Já. Og ég vil bara segja vaxi bara ekki neitt á undan reglunum. Þannig ætti það að vera. En ef að fara aftur til dæmis tímans þegar Kárahnjúkavirkjun var ákveðin, það gerist allt bara nánast á einni nóttu, óbúslega hratt. Það er regluverk en það er bara sveigt af þörfum þeirra sem að vilja virkja og ráðherra grípur inn í eftir að ein stofnun hefur sagt eitthvað og sagt nei, þetta er ekki góð hugmynd. Pólitískur vilji hlýtur að ráða óbúslega miklu í þessum efnum og þessi ríkisstjórnir, við vorum að reyna að velta því fyrir okkur áðan,
hver hennar vilji væri, en hyggur þú til dæmis að þegar við göngum að kjörborðinu eftir rúmt ár, erum við þá meðal annars að kjósa náttúru Íslands og orkustefnu og vindorku og betra regluverk? Já, við þurfum nú eiginlega að drífa því fyrr, sko. Já, við höfum ekki tíma til að bíða. Nei, mér finnst við alls ekki hafa tíma til þess að bíða eftir kosningum eftir heilt ár. Nei. Til þess að koma böndum á þetta, það þarf að gera það strax. Já. Og ég vona bara og treysti því að stjórnmálin vilji það líka og þau munu skynja þrýsting frá almenningi það. Já. Sem líka alltaf nauðsynlegur út af því að stjórnmálin verðast svona betur móttækileg fyrir þrýstingi frá fjársterkum hagsmunaaðilum heldur en einhverjum Jónum og Gunnum. Jú. Þannig en nú þurfa þau aðeins að bara hugsa sig af því að það einhver mikil svona alda að fara af stað og maður finnur það að áhugin fyrir þessu farin að minna svolítið á náttúruverndarstemninguna fyrir Kárahnjúka. Fólk bara óttaslegið út af öllum þessum áformum. Já, það út fyrir raðir hefðbundina félagsmanna í landvernd, finnst þér? Það langt út fyrir þær raðir. Já. Mér finnst áhugaverð þetta sem mást að tala áðan heiðarnar og göngurnar, verður framhald á því hjá okkur? Já, við erum bara skipuleggjaða núna, þannig því miður get ég ekki auglýst næstu göngu hér í þessum þætti því að það ekki búið að ákveða stað og stund. Já. Hins vegar var þessi ganga sem við fórum Grjótháls núna á sunnudaginn, hún var nú það falleg og merkilega, ég hefði bara helst viljað fara aftur á morgun, sömu leið. Já. Og það voru náttúrulega líka mjög margir sem mista af þessu. Já. En þetta var alveg, þar sá maður bara svo glögglega hvað við eigum mikið af ósnortnum víðernum, ekki bara upp á miðhálendinu. Það bara rétt, þú getur hort niður á veginn, þjóðveg 1 og svo í hinn áttina bara algjörlega ósnortin náttúra. Já, og kannski verður bara gengið fram í norðan stórhrið í vetur? Já, auðvitað. Já. Ég meina við göngum bara þegar spáin góð. Einmitt. Kannski ekki stórhrið því þá sjáum við ekki neitt. Engin bilbugur. Nei. Og auðvitað göngum við þótt að sé vetur. Já, einmitt. Þannig að þú boðar vakandi aðhald og lýsir eftir því að skynsemin verði á borðinu í hvað varðar vindorku garða á Íslandi. Já, og ég alveg vissum að það verður þannig og að almenningur krefst þess. Já, við vonumst til þess að bjartsýni þín verði ofan á. Þakka þér fyrir komuna, Björg Eva. Jú, takk sjálfur. Og kannski ágætt að bæta því við svona í lokin að Halla Hrund Logadóttir á leiðinni til okkar en sennilega ekki fyrir á morgun. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, Svala Magnea Ásdísadóttir blaðakona sem býr í Svíþjóð en átti leið landið og ég greip hana meðal annars að þú ert formaður málfrelsis félagsins. Já. Mér langaði að fá þig til að segja mér aðeins frá því að akkur félag til þess að verja málfrelsið. Þetta félag fæddist í faraldrinum, COVID-faraldrinum og fæddist bara úr brýnni neyð fólks að vilja tjá sig þennan faraldur og sóttvarnar aðgerðir og annað sem tengdist þessum tíma. Við upplifum öll að það var allt og mikið vegið að þessum rétti til að tjá sig. Hjá þeim sem andmæltu stefnu stjórnvalda? Já, þetta var bara fólk sem var að hafa áhyggjur af skerðingum yfirvalda og lokunum, grímuskildum. Já. Og svona liggur við hálfpartinn skyldubólusetningum. Það var svona þannig bragur á því, sko. Það bara áttu allir að fara
og fáir sem gerðu sig grein fyrir því að þetta væri valkvætt í rauninni. Og ég bjó í Svíþjóð á þessum tíma og þar var stemmingin allt önnur og þess vegna hafði ég áhyggjur af samlöndum mínum þegar ég gerði samanburð við Svíþjóð og fór að taka þátt í umræðum og svo bara eins og gerist á netinu að þá kynnist maður fólki sem sama sinnis og við bara tókum okkur saman og stofnum þetta félag til þess að bara veita aðhald. Það er eitt að vera með skoðanir sem ekki í takt við það sem að stjórnvöld reka. Þannig er það oft í lífinu. Já. En þið upplifðu það að málfrelsi ykkar væri skert? Já, ekki bara okkar, heldur líka sérfræðinga út í heimi. Hvernig var það skert? Þið voru náttúrulega uppnefnd og kölluð COVID-ar og svoleiðis eins og gerist í samfélaginu. Álhattar og allt þetta. Ég meina við sósíalista sumir kalla okkur kommunista og svona sumuleyti er þetta bara í samfélaginu að bara reynt að þagga niður einhverja með því að grafa undan þeim og þetta er svona ósýður og svona. Já, en er þetta raunverulega svona, er verið að skerja málfrelsinu? Já, ég ætla bara að ég er ekki efast það, ég bara þannig að þú getur útskýrt þetta. Nokkuð dæmi, það sem snýr að okkur að það var ekkert alltaf verið að veita þessum málstað eitthvað vægi í fjölmiðlum, sko. Það var ekki verið að boða fólki viðtöl til að með þess að birta skoðanagreinar endilega. Og svo var þessi félagslega þöggun, einmitt múgsefjun og múgæsingur og bara fólki ekki boðið í fermingaveislur og annað ef að það var að tjá sig á einhvern hátt. Og er það raunverulega þannig að þið, einhver af ykkur eða kannski flest, hafi upplifað það væri? Já, ég upplifði til dæmis að vinnustæður sem að ég var á, það var svona breyttist viðmótið. Það var kannski ekki sagt að við mig beint, en það bara gjörbreyttist viðmót og framkoma í minn garð þegar það var ljóst að ég var ekki alveg að taka þátt í þessar múgsefjun. Þú varst ekki bara hlýðum í því hófnum? Já, en það sem að, sko, alveg bara bein þöggun, þá er ég að tala eins og prófessora í Harvard sem að stigu fram og voru ekki að mæla með bólusetningum fyrir þennan breiða hóp fólks. Töldu til dæmis að börn þyrfti ekki á þessu að halda, þyrfti ekki að fara í sprautu. Það væri bara... En þeir sögðu það, þessi prófessorar? Já, en þessu þeir að segja að þær fréttir hafi ekki borist, að það hafi verið ákveðið. Fréttina berast ekki. Rúm var náttúrulega mjög ákveðið í því að hleypa eiginlega bara einni línu í gegn. Já, það er bara CNN línan, sko. Og breytti sér eiginlega í svona, líkum bara svona áróðurstöð. Samfélagið okkar er þannig að við erum vísindasamfélag og við viljum fara eftir sérfræði áliti, en það sem gerðist í faraldrinum var að það var hægt að hlusta á ákveðna sérfræðinga, faraldursfræðinga við Harvard, sem að ég hugsa sérstaklega Martin Kulldorff, sem er sænskur faraldursfræðingur fráfarandi frá Harvard. Hann var prófessor og kennari við Harvard og er sem sagt hættur og ég veit ekki... Hann hélt ykkur fram, en síðan voru bara hellingavísindamenn og hélt ykkur öðru fram. Og ég reikna með því að þeir sem eru að móta stefnuna hjá landlæknisembættinu eða sóttvarnalækni hafa alveg vitað af svona ólíkum línum. Já, þau kjósa ykkur eina. Þau fóru bara eftir. Það er svo sem ekkert við því að gera. Megin, sem sagt, yfirlýstri stefnu Bandaríkjanna. Það kemur náttúrulega allt meira og minna frá Bandaríkjanna. Heilbrigðisstofnunarinnar. Já, ekki kom þetta frá Svíþjóð allan. Þar fóru menn aðra leið, sko. Það fjallaði það að Svíarnir verið að fara svona sérstakar leið. Þannig að þegar stjórnvöldur að móta stefnu, þá gerir maður ráð fyrir að þau hafi alveg vitað af ólíkum sjónarmiðum og þau velja eitthvað til þína stefnu. En það kemur ekki beint málfrelsi við. Það sem að þið eru að finna að þegar það búið að móta stefnuna, að þá er eitthvað í samfélaginu sem bara útilokar umræðu aðra kosti. Já, það er vegið að tjáningafrelsi þegar að það er verið að útiloka álit sérfræðinga og þá er ég líka að tala samfélagsmiðla eins og kosið að fara ekki eftir því. Eins og LinkedIn
eyddi færslum hjá þessum Martin Kulldorff og það náttúrulega bara bein skerðing á tjáningu. Já. Og það var líka eitthvað sem við fórum að horfa til. En sáu þið eitthvað slíkt hérlendis sem var verið að... Eyða Facebook-færslum og svoleiðis? Nei, þetta náttúrulega bara fyrirtæki Meta sem sér það, sko. Og nú þessu öllu stjórnað með Artificial Intelligence og allt skannað og þýtt, þannig að í dag eru íslenska færslu líka, þeim líka eitt, sko. Já, við verðum verið það hérna á samstöðinni að það er bara komið svona ákveðin hattur á hvernig efnið frá okkur dreifist. Já. Og við getum rakið að í tengslu við það voru bara tiltekin orð sem voru nefnd, þannig það bara einhver gervigreind sem að sirka það út hvað hættulegt og hvað æskilegt og svo og það farið að stýra almenn umræðu á milli raunverulegs fólks. Já. Það alltaf verið að stýra narratífinu. Já. Og þeir sem eru með völd, þeir komnir í bara einhverja paradís í dag að geta stjórna narratífi í gegnum samfélagsmiðla og aðra staði á netinu þar sem að fólk að sækja upplýsingar. En að því að ég að reyna að aðgreina hvernig stjórnvöld móta stefnu sína. Ég gerir ráð fyrir því að landlæknir og sóttvarnalæknir hafi vitað af ólíkum sjónarmiðum og við þekktum það reyndar að það var töluvert fjallað það að Svíarnir væru að fara aðra leið. Þannig að sömuleyti og Þórólfur Gunnarsson, ég man eftir honum að meta þá leið og í samanburði við leiðina sem hann fór og leiðina sem einhverju aðrir fóru og eitthvað svoleiðis. Þannig að það að stjórnvöld séu að móta einhverja leið og taki ekki endilega þá línu sem að þú myndir helst kjósa, að það ekki brot á málfrelsi. En þegar það kemur að því að þegar línan kynnt, að þá birtist það meðal annars því að þessi stóru erlendu fyrirtæki eru byrjað að halda niðri umræðu aðra leiðir heldur þær sem eru samþykktar. Þú nefnir það svona að svona í félagsskap fólks að þá verður einhver skoðun verður svo óvinsæl að þið sem ekki vildu hlýða víði eru skilgreindið þessi að grafa undan samstöðun í samfélaginu og séu jafnvel orðið ógn við samfélagið og það getur birst í persónulegum samskiptum. En ef við förum svona kannski í fjölmiðlana og svona formlegri umræðu, hvernig birtist gerðingin á málfrelsi þar? Já, ég held að við þurfum að hafa bara hafa alveg skýrt hvað við erum að tala það náttúrulega ekki komið í einhverja íslenska löggjöf að það megi þagga niður í fólki eins og gert erlendis sums staðar að bara fangelsa fólk fyrir að hafa ákveðnar skoðanir á hlutum. Mótmæli bönnuð eins og bara Já, mótmæli bönnuð. Ég kalla þetta allt skerðingu á tjáningu að með ekki mótmæla. Já. En nei, það bara þetta narratív sem að ríkjandi, sem sagt, þar verið að vega að málfrelsi með þeim hætti að tjáning þögguð og þetta að gerast í gegnum samfélagsmiðla og þetta að gerast með fréttaflutningi og við sjáum líka bara hvernig núna afleiðingarnar af faraldrinum á Íslandi eru yfir 6.000 tilkynningar aukaverkanir á borðinu hjá Lyfjastofnun og ég held að yfir 300 af þessum tilkynningum af alvarlegum toga sem þýðir að fólk bara mjög alvarlega veikt og óvinnufært og með miskrónískar afleiðingar sem við vilja meina að hafi komið í kjölfarið á sprautunum. Þá átt að segja að það sem var ekki leyfð, svona innan einhverja gæsalappa, umræða ólíkar nálganir á þessu og ekki leyfð umræða svona þessar alvarlegu ákvarðanir sem voru teknar, að þá kannski leiddust þær til þess að fara of langt á eitthvað tiltekið svæði sem hefur síðan orðið skaðlegt fyrir samfélagið og einstaklingana. Þannig að skerðing á málfrelsi eða ef við leyfum ekki málfrelsinu að ríkja, að þá getum við lent í því að taka ákvarðanir sem eru skaðlegar. Já, það var, við vitum alveg hvernig þetta var. Það var mikið hræðsla í samfélaginu og blaðamenn eru líka fólk og blaðamenn voru líka hræddir og ritstjórn að gæta hagsmuna miðla sinna og þá var ekki vinsælt að fara að leyfa
fólki sem að vera að draga sóttvarnar aðgerðir í efa að ljá þeim einhverja röddu. Það hefði verið skandall á þeim tíma. Það getur verið skaðlegt fyrir fjölmiðil að teygja sig eftir óvissanum skoðunum því að það bara getur rakið frá þeim áhorfendur og áskrifendur. Það er svo mikil cancel culture í gangi og það bara snýra öllu, sama hvort málefnið sko. Já, þannig að þá er eitthvað svona element í samfélaginu þar sem að fjölmiðlarnir, stjórnmálin, stjórnsýslan að reyna að búa til einhverja svona sáttum einhverja svona almenna leið sem flestir eru sammála og reyna að býta af sér annað. Þannig að okkur líður vel að við höfum tekið sameiginlega ákvörðun, en okkur líður ekki vel að vera með ákvörðun sem umdeild, okkur líður ekki vel að vera í samfélagi þar sem að málfrelsi ráðandi og ríkjandi. Já, þetta svona eitthvað sambland, af því að það sem gerist líka í faraldrinum var það að nú man ég ekki alveg nákvæmlega, en fjölmiðlanefnd og ríkislögreglustjóri gáfu út fyrirmæli ákveðna verkferla að það væri neyðarástand í landinu og ég held að svipaðir verkferlar voru virkjaðir og bara í stríði að ritstjórnum bar það að hlusta á sérfræðingana, hlusta á þríeykið og þríeykið fekk náttúrulega daglega bara tilkynninga skýrslugjöf eða hvað það var allar þessar beinu útsendingar og beinu útsending þegar að halda hópnum saman, það var líklega markmiðið með þessu að allir væru. Þetta bara einhver upplýsingaverkferill. Það er neyðarástand og þá á að hlusta á sérfræðingana og það bara kemst ekkert annað að. Sko. Og það er gert í stríði. Og bein útsending þegar bóluefnin bárust til landsins, ég gleymi því ekki. Ég var í Svíþjóð og ég horfði á þetta í beinu útsendingu þegar sérsveitin var mætt út á Leifsstöð, sérsveitin. Þú kallar ekkert út sérsveitina nema að sé einhver hernaðarlega aðgerð. Þetta var mjög hátíðlegt sko og fólk var bara að bíða eftir þessu. Það getur bara verið maður með hníf í blokk sko, þá var sérsveitin. Þetta var bara eins og raunveruleika sjónvarp að fylgjast með þessu, ég segi alveg eins og er. Þetta var bara súrrealískt. Það var ekki svona út í Svíþjóð. En það var greinilega mikil eftirvænting í þessu bóluefni sko. Það verið að byggja upp einhverju svona ákveðna stemmingu. Já, þetta var bara lausnin. Fólk var að farast. Á sama tíma ýtt í burtu allir í svona öllum efasemdum það, allir í umræðum það. Þannig að við erum að taka samstöðuna fram yfir sannleikann ef við trúum því að málfrelsi og lífleg umræða geti leitt fram sannleika. En fólk getur ekki tekið upplýstar ákvarðanir eða fær ekki svona aðeins breiðari upplýsingagjöf. En hlýðum víði felst í því að við þurfum ekki að gera það, ég og þú, af því að víðir og sérfræðingarnir gera það fyrir okkur. Já, og þeir náttúrulega fara eftir sínum fyrirmælum eða ráðgjöf eða viðmiðum samkoma erlendis frá. Og svo í klári það sem ég var að byrja að segja með þessar aukaverkanir sem eru tilkynntar allar, það er allt saman í biðstöðu og það er bara í rauninni sama vandamál og var í faraldrinum, að það er engin sko skýr viðmið að berast að utan og þá bara gerist ekki neitt hérna á Íslandi. Það eru engar sjálfstæðar klínískar rannsóknir í gangi á þessum aukaverkunum. Lyfjastofnun vísar í það er bara verið að bíða eftir niðurstöðum erlendis frá. Þannig að það er voða lítið af sjálfstæðum vinnubröðum heima. Og svo er þetta ekki rætt. Ég þekki fólk sem ég veit ekki hver þín afstæða er til COVID sem sjúkdóms, en ég þekki fólk sem lítur á að COVID sé verulega alvarlegri sjúkdómur heldur en að vera látið. Og það gagnrýnir líka stjórnvöld kannski á síðustu misserum, þar sem þú manst að allt í einu var bara hægt að telja dauðsföll á COVID og allt í einu bara hvarfa og þá var eiginlega verið að sannfæra okkur þetta væri búið og þetta væri allt í lagi, COVID væri bara flensa og það var eiginlega jafn ákafur fréttaflutningur og hafði verið áður. Já. Og það er kannski ástæðan fyrir því að það er ekki verið að rannsaka aukaverkanir og annað slíkt, að það er bara verið að láta COVID-ið svona hægt og bítandi. Fólk vill ekki hugsa um þennan tíma. Það vill bara halda áfram með lífið, það er bara guðs fegið að vera komin út úr þessum árum. Þetta voru 2-3 ár sko.
Þannig að það vill enginn fara aftur í tíman og endurskoða þetta og gera þetta upp einhvern veginn. Sko. Fólk vill bara halda áfram með lífið og reyna að byggja upp lífið sitt aftur. Það er fullt af fólki sem fór illa út úr þessu, misti rekstur og annað og þannig að ég er ekkert þess að því. Ja, það sem að, En ég lít á COVID-sjúkdóminn sem alvarlegan sjúkdóm, já. Ég var mjög veik sjálf af COVID, mjög snemma. Og það var líka þess vegna sem ég fannst ég ekki þurfa bólusetningu þegar ég var bara búin að vera veik og var að hlusta á sænska sérfræðinga. Það verður ekki verið þannig, fólk getur veikst bara aftur og aftur. Fólk getur veikst aftur, ég veiktist líka aftur. Þú færði ekki þól með því að fá COVID, sko? Ég veiktist aftur, en það eru alvarlegra í seinna skiptið? Ónæmisfræðingar sem vilja meina það. Ef þú ert með náttúrulegt ónæmi, ónæmissvörun, ónæmissvar, minnisvar í frumannum, að þá vinnur líkaminn betur á næstu sýkingu. Í rauninni sko, þar sem að sprauturnar voru ekki að verja fólk heldur gegn veikindum sko, og ekki heldur gegn alvarlegum veikindum, að þá svona eftir að hyggja þá sé ég alveg ég tók rétt ákvörðun fyrir mitt leyti, af því að þá var ég bara að taka áhætt á sjúkdómnum en ekki bæði sjúkdómnum og aukaverkunum. Þannig að þú fyrst ekki sprautur? Nei, ég fór ekki sprautur. En þá hafður ekki takmarkað ferðafrelsi að því þú hafður ekki? Jú, það var einmitt líka hluti að þessu. Ég upplifði það að mannréttindi mín voru skert, ferðafrelsi mitt var skert. Máttur ekki koma til Íslands þá? Ég þurfti að vera með einhverjar sannanir fyrir því að hafa ferið í sprautu. Þú varst ekki með, það er ekki þannig? Nei, þannig að ég fór ekkert. Kom ekkert heim. Það var nú einhverju í Svíþjóð sem að byggu til svoleiðis sannanir eða ekki þótt að fólk færi ekki. Nei, það ekki. Jú, það var réttur á því. Þetta var náttúrulega mjög áhugaverður tími, til dæmis eins og með bóluefnin. Fyrst að sagt að bóluefnin myndi verja okkur fyrir sjúkdómum. Svo var sagt að bóluefnin myndi verja okkur fyrir alvarlegum veikindum. Svo var sagt að bóluefnin myndi verja okkur fyrir dauða og ég man eiginlega ekki hvað í endanum var, hvað bóluefnin átti að gera. Sko. Það svona fjaraði alltaf hvað... Og fólk búið að fara í 5-6 sprautur. En í hverju stíi var þetta sagt með sama ákafanum. Eins og fyrra stíi hafi aldrei verið til. En nú líka búið að kæra Pfizer fyrirtækið, lyfjareysan Pfizer, fyrir í rauninni sko falska markaðssetningu. Og það eru lögsagnir á hendur Albert Bourla sem framkvæmdastjóri Pfizer vestanhafs og það sérstaklega í ljósi, það er búið að kæra Evrópusambandi líka fyrir þessa samninga sem eru meira og minna leynilegir almenningi og ekki bara almenningi heldur líka þingmönnum á Evrópuþinginu. Og eitthvað af þessu bóluefni búið að taka úr umferð? Já, alveg nokkur og svo búið að breyta nöfnum á þessu og allt. Herðu, en þetta var mjög áhugaverður tími og fylgjast með því svona hvernig var bara til svona ein lína og hvað bara eiginlega allt samfélagið snerist það að fá fólk til þess að gangi í takt. Og að þá var maður að hugsa með var þá málfrelsi, var það bara til þess að hafa svona þegar það eru góðu tímar. Ég held að málfrelsi ætti að vera svona grundvallaratriði til þess að við gætum sko talað okkur niður á rétta niðurstöðu og við gætum haft sko viðvarandi gagnrýni á stjórnvöld og það myndi gera okkur að sterku samfélagi. En mati virðist vera þannig að málfrelsi sé eitthvað sem að veikir samfélag þegar á reynir. Þannig að við verum að taka það úr sambandi. Og það er náttúrulega svolítið sko stórt sjokk fyrir okkur sem að voru alveg upp að því að búa í hvað það kallað opið, lýðræðislegt, vestrænt samfélag. Já, akkurat. En þetta bara vel þekkt mannlegt fyrirbæri ef að hætta að steðja að, tala nú ekki ósýnilegur óvinnur, lítil veira sem getur bara drepið ef þú fyrir út í búð sko. Þetta skapa mikið ótta, þannig að þetta á sér allt mjög eðlilegar útskýringar, hvernig þetta ástand gat bara myndast. Svo stuttu eftir, eða ég veit ekki, faraldurinn er náttúrulega ekki farinn. Fólk er ennþá að veikjast á COVID, ég held að meira þess að verið sko töluvert bylgja núna í sumar. Ég fann það bara þegar ég var á bók í þætti og svona, þá voru kannski bara 4-5 hver sem var með COVID eða ábóða sem með COVID og eitthvað. En síðan kom innrás Rússa í Úkraínu
og þá einhvern veginn upplýðum að það bara ræstist upp sko sama vélinn. Já. Og þá allt í einu voru þeir sem voru bara með klassíska svona friðar stefnu að stríð sé ekki leið til friðar sem að voru á því að halda diplomatískum samskiptum við alla í vonum að það sé hægt að nýta það að allt í einu þá var það fólk svona útrópað. Já, ég lenti í því líka. Það þú ert alltaf á móti. Greinilega. En það eins og að, sko, eftir COVID-árin þá var fólk svolítið ennþá uppfullt af einhverju spennu og svona hatri í rauninni. Fólk upplifði alveg rosalegt hatur gagnvart fólki sem að bólusetti sig ekki, sko, eða andúð. Sem að var eitthvað, ég tók aðeins þátt í þeirri umræðu, sko, sem að ekki alltaf byggð á sko, einhverju sanngirni vegna sem sjálfum sér ef hefur verið svona á Íslandi að fólk vill ekki bólusetja börnin sín og það ekkert vandamál fyrir það að slá yfir sko 5 eða 10% eitthvað. Þannig að í sjálfum sér að vera eitthvað að skipta sér að því hvort að allir, bara 100% séu bólusettir náttúrulega bara eitthvað leiðindan hnýsni og afskiptasemi. Það er því að þér stafar engin ógn að því, sko. Þú veist, ef þú vilt skilgreina það bara sem einhverju sérvisku í einhverju fólki eða það að einhver sé einhverju trúabrögðum eitthvað svona, þá kemur það okkur ekkert við, sko, fyrir að þetta byrjaði að verða þannig að, sko, vörnin sé að falla. En ég held að við höfum aldrei verið nálægt í Íslandi, sko. Ég lít bara á þetta sem svona narratív sem að fólk trúir á. Þetta er bara eins og trú. Þú trúir á þetta hópónæmi, sko, eða hjarðónæmispælinguna. Já, en skilgreiningur henni að þá má alltaf sko vera svona 5% af hópnum þarf ekki að vera bólusettur. Já, en sem sagt þetta fólk sem að trúir á þetta tekur oft ekki inn í myndina að það er ónæmi líka hjá fólki sem er búið að veikjast þó að það hafi ekki farið í sprautu. Og þannig að þetta er bara einhver svona gremja. Þetta er gremja hjá fólki yfir því að aðrir hafi ekki farið sömu leið, sko. Já. Þetta eru engin rök á því þetta er stjórnsemi og gremja. Þetta eru engin rök það að hópofnæmi sé veikara. Algjör rökleysa, sko. Já. En þetta er bara það að ég þolið ekki að þú hlýðir ekki eins og ég var látið hlýða. Já. Og varandi Úkraínu og Rússland, svona þegar ég fylgst aðeins með þessu, að það vita bara ekki það margir undanfaran og það sem gerðist árið 2014. Valdaránið í Odessa og fjöldamorðin þar sem að fólk var brennt inni lifandi aðskilnaðarhópur fólk sem sagt vildi ekki eða samrýmdist illa úkraínskum yfirvöldum og stefnið þaðan frá Kív af því að Úkraína er rosalega stórt land, gríðarlega stórt og vestur úkraínumenn og austur úkraínumenn eru svolítið ólíkir, bara ólíkir hópar. Og meiri hlutin rússnesku mælandi í austur Úkraínu, eðlilega, og Úkraínu mælandi, úkraínsku í vesturhlutanum. Og vesturhlutin er, sko, það eru fleiri Evrópusinnar þar og þetta er bara mannfræðilega mjög skiljanlegt af því að landamærin eru alveg upp í Rússland í austurhlutanum. Og það sem gerist 2014 er náttúrulega að það er þarna forseti sem að vill ekki Evrópusambandið og vill friðarsamninga við Rússa og allt þetta og vill svona vinna með þeirra skilmálum eða þannig. En og svo er þarna, já, bara sem sagt, hann settur af sá forseti og valdarán framið og nínasismi tekur völdin svolítið þannig. Og fleiri þúsund manns voru drepnir á þessum svæðum 2014. Þegar þú segir þetta, þá er einhver sem að segir, já, hún nú bara að fara með svona narratív frá Pútín. Já, þetta er það sem maður fekk að heyra. Ég fór úr því að vera álhattur yfir að vera einhver fremsti aðdáandi Pútíns sem er alveg stórskemmtilegt og þetta er náttúrulega ekki málefnalegt að tala svona.
Ég vil frekar ræða málefni og ræða það sem ég að ræða og ræða staðreyndirnar sem ég að setja fram og bara gjörðu svo vel og komdu með það sem að sannar hið gagnstæða. Og þið í málfrelsi er ekki að kvarta yfir það að allir sé ekki sömu skoðanir og þú. Nei, við erum... Þú ert að kvarta yfir því að fá ekki að viðra þínu skoðanir. Já, við erum einmitt ekki alltaf sammála í samtökunum málfrelsi, en við virðum réttin að vera ósammála og að bara fá að tjá mismunandi skoðanir er nauðsynlegt. Við eigum ekki að lifa í áróðursamfélagi þar sem ein skoðun er það sem er bara ein skoðun í boði eða ein skoðun samþykkt. En það ef maður myndi svona reyna að meta það, þá er útbreidd hugmynd í samfélaginu, til dæmis á COVID-tímanum, að þegar þú ert að tala gegn bólusetningum eða lýsa yfir vantrú þinni á bóluefnin virki eða séu hættulaus eins og stjórnvöld segja. Ég var nú reyndar ekki, ég ætla að taka fram, ég var ekki mikið af því. Ég var meira að minna á fólk á réttin sem það hefur til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Því ég ætla bara að vitna í það hvað afstöðum að heyrið út í samfélaginu. Þá var slíkum hugmyndum svara með því að ég sjálfum sem áttu að hafa þessar skoðanir. En leiður byrjar að breiða þær út, þá ert að grafa undan öryggi samfélagsins því að þú ert að grafa undan almennri bólusetningu sem er lykillinn að við getum búið hér í öryggu samfélagi. Þess vegna höfum við rétt á því að þakka niður þér. Sama ef að þú fer að tala að NATO sem á að gæta frið í Evrópu hafi ekki gert það, heldur hafi þau raunverulega storkað Rússum þannig að það brast út stríð og því sittum við uppi með stríð í Evrópu, að þá er verið að tala með við verum að þakka í þér það því þú ert bara landráðamanneskja sem ert að grafa undan öryggis stefnu eða öryggi Íslands með því að flytja hér boðskap þeirra sem að Ísland er eiginlega svo til í stríði við. Og þess vegna höfum við... Þetta er allt byggt á ótta. Já, ég veit það. Þess vegna höfum við rétt á að þakka niður þér. Vegna þess að málfrelsi sem að þú ert að biðja að það styrkir ekki samfélagi heldur veikja það. Já, þetta er kannski rökstuðningurinn, það sem að fólk réttlætir alls konar hegðun að það telur sig hafa rétt á standa. En og þetta er svona the highest good for all hugmyndafræði kannski. Þegar menn telja sig virkilega vera að standa fyrir þeim málstað, að þá eru bara, þegar þú gengur með hamar þá eru allir aðrir naglar, Þetta er svolítið þannig. Það verður svona ofstæki og það eru pólar, ég sé lífið bara sem ró og það eru pólar á báðum hliðum, ég hef sagt áður. Og það á við í öllum málaflokkum og öllum bara hópum. Það eru öfgafólk alls staðar. Það eru öfgahægri og það eru öfgavinstri líka. Þið eru oft skilgreind sem öfgafólk og segjum að ég sé að stýra bara einhverju kastljósi og ég er alltaf að tala COVID fram og tilbaka og svo segir þú, en minn, af hverju hleypir ekki einhverjum öðrum skoðunum að? Þá segir ég byrstu, Svala mín, það bara er svo fáum eins og skoðanir, þau eru bara einhverju örlítill svona minnihluta-hópi og það verður bara að skekkja umræðuna með því að vera að draga ykkur þannig inn og gera ykkur hátt undir höfði, myndu þið líklega að nota, eins og oft er sagt. Hvað segir þú þessu? Ég segi bara að það er öfgahópur sem hefur verið hávær að vekja athygli á þessum málefnum sem að fer gegn strauminu sem að að mínum mati hefur jafnvel gert meira ógagn en gagn af því að það eru sem eru svolítið háværir og sýnilegir sem eru ekki nógu góða fyrirmyndir eru bara orðljótir og ofstækisfullir og gargandi og fara jafnvel með rangt mál og staðrendavillur. Eru með fordóma og skæting og svoleiðis. Þessi háværi hópur er að kalla mig til dæmis stýrða andstöðu. Ég veit ekki hvort þú kannast þetta hugtak. En það þýðir sem sagt að ég er, og þetta er sem sagt hópur sem gagnrýndi COVID, aðgerðirnar og allt þetta. Í þeirra augum er ég stýrð andstaða af því að ég vil ekki hafa mér eins og þau að nota sama andstaða sem stjórnvöld ráða alveg við og eru bara sátt við, það er bara fínt að hafa sölu vegna þess að þá getum við látið eins og við séum í andstöðu við hana þá þurfum við ekki að eiga við andstöðuna sem við raunverulega óttumst sem eru þessi sem þú ert að tala. Ég veit ekki alveg af hverju þau tóku sig saman og svona
ríðust á mig og bara samtökin málfrelsi í heilu lagi, sko. Því að það er þarna einhver í frímúrarareglunni og þá er bara komið eitthvað svona, einhver svona samsæris stimpill á okkur, sko. Það er svolítið áhugavert að, og þetta er kannski eitthvað sem að fólk, eða bara almenningur gerir sér ekki alveg grein fyrir, að fólk sem að er kannski að gagnrýna, ég er komið leið á að tala um COVID, sko. En erum við líka að reyna að tala um málfrelsi en ekki kannski um COVID eða Úkraínu. En þetta sem ég var að reyna að vitna í áðan við henni ímyndaða stjórnanda Kastljós, má það ekki samt vera að þú eða einhverjir sem ekki fá hljómgrunn fyrir skoðanir sínar, upplifið að það sé vera að ræna af þeim málfrelsi, þegar að staðreyndin er kannski bara svo að, ég meina, þeir eru bara ekki tekist að samfara nógu marga, sko, til þess að það verði, sko, burðu hugmynd í þessum lýðræðisvettvangi sem við erum með. Hverju myndir svona slíkum sjónum? Sko, það er alltaf ríkjandi orðræða í samfélaginu. Og það var ríkjandi orðræða á öllum hnettinum í COVID. Þannig að allir sem að fóru á nokkurn hátt gegn þessu narratífi voru bara álhattar í augum flestra. Það er bara þannig. Það voru íslenskir hjartalæknar, 2, sem að tóku sig saman og skrifuðu grein sem ég held að var birt annarkvort á Vísi eða í Mogganum. Það sem að þeir töldu ekki þess virði að fara út í það að bólusetja börn 5 ára og eldri á Íslandi. Að það bara væri ekki þörf að því og að það væri það mikið af aukaverkunum sem að væri ekki þess virði að taka hætt á. Af því að veikindin væru ekki að leggjast það hart á börn og ungt fólk. Tölfræðin var að sýna það. Og ekki réttlætanlegt að taka hættu á því að aukaverkanirnar geti orðið verri. Já. Þessir menn eru bara sérfræðingar hérna á Íslandi, starfandi hjartalæknar, með sérfræði þekkingu, búnir að kenna sér rannsóknir, gefa þarna kost á umræðu með því að skrifa þessa grein undir nafni. Þannig að þetta er í rauninni vísindalegt álit, byggt á rannsóknum, íslenskt. Það var ekkert gert við þetta, sko. Þetta var bara grein sem birtist og búið. Það var engin umræða sem ég tók eftir allavega. Sá það ekki í sjónvarpinu. Þannig að það voru tækifæri hérna fyrir blaðamenn á Íslandi að opna umræðina og taka inn í myndina þennan pól, sko. Eigum við að virkilega mæla með COVID-sprautum fyrir börnin okkar. Það var engin bremsa. Það átti bara að skikka alla í sprautu. Og að mín mati, og þetta er kannski svona samsærispallinn, að því ég hef fylgst með þessu svolítið lengi hvernig Pfizer og önnur lyfjafyrirtæki starfa. Þetta eru með ríkustu fyrirtækjum heims og þau eru duglega að markaðssetja ný lyf og þau eru búin að safna á sig lögsóknum í gegnum árin. Og það er alveg hægt að skoða það bara, allt opinbert, fréttaflutningur og bara áreiðanlegar heimildir fyrir því, þessum lögsóknum, að þeir græða á því að keyra eitthvað á stað, sko, keyra nýja afurð á stað. Þetta er ekki fyrsta sprautan sem fer í svona paniksölu, sko, þetta var líka gert í svínaflensu faraldrinum. Og svo taka þær afleiðingunum seinna, fari í réttarhöld, tapa þeim, greiða einhverja gríðarlegar háar skaðabætur, koma samt út í hagnaði. Og þetta er bara uppskrift sem er að virka það. Að græða á því að selja vondlyf og gagnsleysi. Og samt þrátt fyrir þetta gagnsleysi sem við getum bara öll séð með eigin augum og reynslu, þrátt fyrir þetta gagnsleysi á þessum COVID-sprautum, þá eru það samt komnar í áskrift. Við þekkjum það líka bara ópíóður á faraldrinum að það eru fyrirtæki sem að græða á því að selja skaðleg lyf. Jafnvel þóttir axli svo kallað ábyrgð á því að hafa gert það. Það kom út í stórkostlegum hagnaði.
Herðu, en það er eiginlega sama hvaða mál við getum tekið, að það er alltaf, við getum tekið loftslagsbreytingar af mannavöldum. Það er svona sensus í heiminum, en síðan er eitthvað svona andstaða á móti því og þeir nota sömu rök og þú ert að nota, það er bara eitthvað svona lið sem er ykkur hagað í að reka þetta þarna í gegn og einhver er alltaf að græða á þessu og svo er bara liðið á endalausu ráðstöfum út allan heim sem bara hefur bara lifibrauð sitt að þessu og er að reka hér í gegn einhverja hugmynd og af hverju ekki hlusta á þennan vísindamann eða þennan vísindamann og þá svara hinir á móti, ég finna að þú nefnir einhvern og einn vísindamann en við erum hérna með sko 99% af öllum vísindamannum sem eru saman okkur og Já, þetta er bara sama en ég persónulega er ekki mikið að ræða þetta málefni ég einfaldlega sem fulltrúi málfrelsis vil sem sagt ekki þakka umræðina mér finnst bara fólk að rétta því að vera með sína skoðanir og hérna ræða þessa hluti. En það eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir sem eru á því að tala gegn þessu sem eru þeir sem eiga alla hagsmunina af jarðefnaeldsneyti. Já, sko ég persónulega, ég geri greinamun á mengun sem ég persónulega hef mjög miklar áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af mengun sem fer út í loftið sem við erum að anda að okkur, einhver eiturefni í loftinu frá álverum og öðru. Ég hef miklar áhyggjur af því. Það er alveg staðfest. Og bílunum okkar. Það rignir flúor í grasið í Hvalfjörðunum og dýrin borða það og er að greinast með flúor í mergnum og svona. Þá við bílana, þá skipin og flugvélana. Bara öll mengun er skaðleg. Við vitum það alveg. En þessi gróðurhúsa umræða, ég satt best að segja, veit ekki alveg hvar ég stend vegna þess að við lifum á plánetu sem er í stanslausum breytingarham og við erum með eldgos á þessu landi hérna sem er að spúa út koltvísýringi sko í mörgum tonnum. Við getum ekki stoppað það sko. Við getum ekki stoppað það, þetta er bara náttúrulegt ferli og hefur alltaf fyllt þessari plánetu að það eru eldgos allstaðar í heiminum hverju einasta ári. Þannig að og við erum pendull á milli ísaldar og hlýnunar. Þessi pláneta er aldrei stöðug. Hún er alltaf að breytast. Það kýs ekki Sjálfstæðisflokkinn stöðuleikann sem þeir alltaf selja. En það sem þetta er náttúrulega pólitískt trix sem þetta gera núna, að við segja að við getum alveg saminast það vinna gegn menguninni, að því að þá í leiðinni mundum við draga úr loftslagsbreytingunum ef þær kenningar eru réttar. Mér finnst bara svo mikið hræst í þessu, sko ég á erfitt með að ræða þetta því ég var pirruð að fólk er að bugast af samviskubiti yfir að hafa gleymt taupókunum út í Bónus og að því að plastpókin geti sko bara, þú veist, haft einhver áhrif en svo er stórmengunin í Kína eða eitthvað þar sem að síðan er bara blanda saman stuttu síðar. Það er eiginlega pirringur sem ég heyri núna í fólki. Að vera að flokka sorp og svo er ekkert gert við flokkunum. Svo er það bara að blanda saman stuttu síðar. Eða bara geymt einmitt í Svíþjóð í einhverjum geymslum í Smálöndunum eða ekki. Já, þetta er náttúrulega dregur svolítið úr metnaðinum. Þetta virðist vera svona fóni, þetta er einhver leiktöld. Já. En eftir sem áður, ef þið erum að tala um svona málfrelsi og við tökum þessi dæmi, að þá er eiginlega í öllum málum, þá er alltaf ykkur sem að það er jörðin er hnöttótt, nei, hún er flöt, segir ykkur, og á þá bara alltaf að sá sem er andmælandi, hann á alltaf að vera borðið og af því hann er alltaf við borðið og við erum alltaf að taka tillit til hans, að þá munum ekki komast að einhverju niðurstöðu, sameiginlegri niðurstöðu nokkuð skapaðan hlut. Já, bara, við þurfum ekkert að vera sammála. Það er alltaf lægi að lifa í samfélagi þar sem að fólk er ósammála. Við þurfum samt að taka ákvarðanir. En þessi við erum búin að taka ákvarðanir jörðina. Við vitum að jörðin er hringlótt. Það er kannski eitt sem að segja ekki. Og við vitum að fólk hefur farið út í geim og séð hnettina utan. Við sjáum hnettina þegar þeir eru hringlóttir. Það þetta hafi verið sviðsetning bara í bíó í dag. Og þá bara er manneskjan með þá skoðun alltaf. Ég er ekki að gera lítið úr þeim sem er andmæli, ég bara tók þetta dæmi, hvort að við ættum að hafa það þannig. Mér finnst ekki að það að banna fólki að halda þig fram að gera þessu hlut. Síðasti andmælandi þagnar, að þá eigum við að hafa hann við borðið og
Eða ég var að segja, ég meina, við erum búin að taka ákvörðun hvernig við brugðumst við COVID. Við erum búin að taka ákvörðun það að bara skilgreina, mér skilst það á utanríkisráðherrunum að höfuð öryggisvandamál okkar liggi einhvers staðar í miðja Úkraínu. Það sé bara meginmál íslensk öryggissjónarmiðs. Það er búið að taka ákvörðun um loftslagsbreytingar á mannavöldum og við verðum að bregðast okkur því. Það er búið að taka á svona einhvers konar lýðræðislegum vettvangi, vonandi. Já, nei. En einhvern tíma kemur að því að í hópurinn, þetta er eins og í brúðkaupinu, er ykkur hér inni sem er með ykkur andmæli um þennan ráðahag? Ef svo er ekki, að þá þegi viðkomandi það sem eftir er. Þú veist einhvern tíma þurfum við að taka ákvarðanir mikilvæg mál. Þú ert náttúrulega að tala um ríkisvald, held ég. Þegar ríkisvaldið er búið að taka ákvarðan, að þá þurfi bara samfélags... Ríkisvaldið er framkvæmdar armur af lýðræðisvettvagnum. Já. Ætti að vera það í heilbrigðu samfélagi. Ég lít ekki á samfélagi okkar sem lýðræðislega vettvanglíkur. En og það er að því að grasrótin þarf alltaf að vera með umræðu sama hvaða ákvarðanir stjórnsýslan er búin að taka. Og við þurfum alltaf að vera með aðhald líka gagnvart ríkisyfirvaldinu. Þeir gætu að hafa tekið rangar ákvarðanir. Já, það er minnst kannski ég reyna að koma að því það er svona smá munur á því að ég vil geta lagt fram mitt álit, mína skoðun eða mína afstöðu. En svo er það hvort ég vilja að sé tekið tillit til hennar, að það hafi áhrif á ákvarðanir ríkisvaldsins eða samfélagsins. Stundum er það bara ekki þannig að ég er bara það þá bara að fara í ræktina og vinna mínum sjónarmiðum meira fylgi til þess að ég geti náðum fram. Þá er ég að velta fyrir hvort að það getur verið í þessu eitthvað svona afstaða einstaklingsi sem er komist að einhverju afstöðu. Hann stígur út á völlinn og hann vill að sé að hlusta á sig. En bara, sorry Stína, við nefnum ekki að hlusta á þig. Já, þú ert að bjóða mér í viðtal. Já, ég er ekki persónulegt, ég er að taka dæmi. Ég er bara að velta fyrir mig hvar mörkin liggja. Já, við þurfum bara að vera með virka grasrót, við þurfum að vera með virka vettvanga eins og þannan sem að þú ert að leyfa mínum sjónarmiðum hérna að heyrast og sem að er lýðræðislegt og gott. Það eru bara ekki allir fjölmiðlar þarna. Stjórnsýslan er eins og hún er, en má ég ræða það sem ég er mestar áhyggjur af? Og það er bara stríðsbrölt Bandaríkjanna og það sem er að gerast á Gaza og allt það er nú annar þöggunarvettvangur. Við sem að látum þetta mál okkur varða, við erum að fylgjast með þjóðarmorði í beinni útsendingu í símanum okkar og sjá allan viðbjóðin. Stuðningsfólk, hryðjuverka og já, þarna er enn eitt uppnefnið komið á mig. Ég er stuðningskona hryðjuverkasamtakana þegar ég hef áhyggjur af því að óbreyttir borgarar séu myrtir í þúsundavís sem hafa bara ekkert að sig gert og eru lokuð inni og komast ekkert burtu. En það sem er að gerast í heiminum í dag er óhugnalegt. Í Bandaríkjanum eru kjarnorku tundurskeyti sem hafa verið þarna síðan, ég veit ekki, einhverja 20 ára aftur í tíman og það var búið að yfirgefa þessar bækistöðvar. Það er búið að virka þær aftur núna og það er verið að manna þetta upp núna og trekja eitthvað í gang. Ég var heim í Svíþjóð, þar er búið að gefa út formlega yfirlýsingu frá yfirvöldum að stríð gæti verið í nánd. Vinsamlegast verið með viðbúnað heima. Bara matarbúskap, neyðarútvarp, neyðarsendi og alls konar svona staðalbúnað ef að rafmagnið fer eða vatnið fer. Að það geti skollið á stríð. Svíar eru búin að hleypa bandaríska hernum inn í allar herstöðvar landsins sem eru mættar og eru farnar að fylla herstöðvarnar af varningi og vopnum. Og sem sagt, við sáum hvað gerist í Úkraínu þegar NATO er að þjarma að Rússum og það er ekki hlusta á Rússa, þeir vilja ekki hafa þessa útþenslu nálægt sér. Og hvað erum við að gera? Við erum bara að halda áfram.
og erum farin að þjarma að þeim á Norðurlöndunum og við erum að taka þátt í þessu Íslendingar. Eins og Rússar hefur að ráðast inn í Svíþjóð. Við erum að senda vopn, eða fjármagn til Úkraínu og allt þetta. Þannig í Svíþjóð það hefur verið búin að henda sendiráðinu út og allt þetta. Þú veist, við erum búin að gefa Rússum þau skilaboð að við erum ekki vinveitt þjóð lengur þeim. Þannig að sko, nú er ég bara að mála upp svona worst case scenario. Ef það verður stríð, ef að Bandaríkjamenn fara að skjóta tundurskeytum frá Svíþjóð til Rússlands, þá er náttúrulega, það er eiginlega svolítið sjálfgefið að það kemur tilbaka. Og ef það er fara að skjóta frá Bandaríkjunum, þessi tundurskeyti, þetta er kjarnorku tundurskeyti í Norður-Dakota sem að ná alla leiðina til Rússlands. Þau drífa alla leiðina þangað. Við bara í miðri skotlínu hérna, þú veist. Og Bandaríkja er náttúrulega með yfir að hérna svolítið, þannig að þeir væru nú ekki lengi að gera okkur að einhverju base fyrir sig, sko. Þú veist, við verum að fara að huga að hérna hvert við erum að stefna, það er verið að gíra allt fyrir eitthvað stríð, heimstyrjöld. Þú vilt meiri umræðu þetta, við nú svolítið reynda hérna við rauðaborðið, vegna þess að það er alveg hrópandi hvað er lítil umræða öryggismál og allar það breytingar sem eiga sér stað í heiminum. Þetta er líka óttastjörnum í nafni þjóðarhag. Gangast inn á það eins og hlýðum víði, það er bara hlýðum Pentagon. Eins og Pentagon hlýtur að vita hvað þeir eru að gera. Þó svo eiginlega öll saga undanfarna áratuga sýnir að þeir hafi ekki hundsraskast vitað hvað þeir eru að gera. Og hérna valda alls konar skaða út allan heim. Og við bara eitthvað hópur sem þetta síst af öllu að trista, að það verða bara látið eins og þannig að það sé bara eiginlega búið að ræða öll öryggismálin. Þurfum ekki að ræða það. Línan kemur bara eitthvað stærri í pústi. Svona þegar eitthvað þjarmar að, þá er lýðræðið fljótt að hverfa. Já, en að því að þú ert í Svíþjóð, ert að tala akkurat þessi mál, að hérna, það kom mér á óvart, sittandi hérna upp í Reykjavík, hvað hérna bara Svíarnir bara fara í NATO bara svona. Já. Og maður var að leita að umræðu til dæmis í vinstriflokknum eða einhvers staðar sem var svona hefðbundin, svona skeptísk afstaða til heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Já. Að maður sá svona, jú, það lá eiginlega við að sko flokkurinn myndi sko klofna vegna þess að hann þoldi raunverulega ekki að vera í andstöðu við þetta. Þessi flokkur taldi að vera óbærilegt fyrir sig að vera bara með hérna, önnur sjónarmið í öryggismálum Svíþjóðar heldur en línan sem að var að fara í gegn. Þannig að hann samþykkti það að senda til dæmis vott til Úkraínu. Ég held að Rautt í Noregi sem er flokkur sem er kannski á starfi sósíalistaflokkin núna í fylgi, kannski 4-5%. Hann er bara við að rifna í sundur vegna þess að það að geta verið bara með klassíska 20. aldar friðarstefnu er orðið óbærilegt inn í Noregi og Svíþjóð. Og þá hugsaðum að hversu hratt getur þessi sko umpólun orðið eiginlega á samfélagi? Þetta er bara sama uppskrift og í COVID. Þetta er óttastjórnun og hræðslustjórnun og það er verið að ala á andúð gagnvart ákveðnum hópum og það er náttúrulega vandamál með, það eru innflytjenda vandamál í hérna Svíþjóð en það má ekki alhæfa náttúrulega, það er ekki hægt að draga alla undir sama hattinn en það er nógu mikið til þess að fólk er farið að kjósa SD, Sverigedemokratana sem að bara vilja mjög harðar skerðingar á innflytjendastefnu og allt þetta og sérstaklega þannig að suður frá, byrjuð þú ekki að einhverju þar í suður? Jú, ég á heim í Malmö og hérna Það er ekki frábær borg? Það er frábær borg, en ég ætla að passa með að segja ekki of mikið af því að það er búið að vera einhverjar óeirðir. Maður má ekki bregða sig frá í smá stund en hérna, nei ég segi svona, þetta er bara mjög fín borg og það er hérna spennandi þróun framundan. Það á að grafa göng til Kaupmannahafnar beint frá vesturhöfninni í Malmö. Það sem stytti ferðalagið margfalt, þannig að það áttur að taka 20 mínútur að fara frá Malmö til bara beint á En að því þú kemur að strikið. Nefnir innflytjendur. Já.
Þá hefur það verið svolítið áberandi hérna á Íslandi svona undanfarið 3-4 ár. Að þeir sem eru vilja færri innflytjendur, vilja loka hælisleitendakerfinu, líta svo á að það sé bara stór hættulegt fyrir Íslendinga að taka fólk af erlendu uppruna hérna inni, það komi inn með sína siði og svona vangetu til þess að geta tekið þátt í opnu lýðræðislegu samfélagi sem við erum kannski að loka saman tíma. Og annars fólk er með slíka afstöðu. Það kvartaði verið því að það fá ekki að tala. Er alltaf að tala um að vera að taka umræðuna, umfjöllunum innflytjendamál sem að ég sé, til dæmis í íslenskum fjölmiðlum, eins og Morgunblaðið meir og minna bara með andstöðu við innflytjendur í öllu sínu fréttaflutningi og greinaskrifum og mér finnst þetta að vera svona fréttir sem eru eiginlega út alla fjölmiðla, vera meir og minna í takt við það sem að þetta fólk ætti helst að vilja hafa það. En samt það alltaf að kvarta yfir að það megi ekki tala og þar leiðandi svona eins og að gefa í skyn að raunverulega anduð okkar gagnvart innflytjendum miklu meiri heldur við látum uppi og kannski ættum við bara að hleypa því út að tala bara út frá því að mér finnst bara erfitt að vera í sömu bara röð í bónus og einhver sem er hérna öðru svo leitin og ég þannig þar finnst mér vera krafan málfrelsi verið notuð raunverulega til þess að þagga niður viðhorf að við ættum að geta lifað hér í samfélagi og það sé bara blekking að það sé meiri glæpir meðal innflytjenda ef þú tekur tilliti til þess í sambandi við stéttir og stöðu í samfélaginu glæpir eru meiri eða undirheimar eru líklegir þar sem að fólk kemst ekki inn í samfélagið og svo heldur bara áfram og svona. Já, ég er svolítið klofin hana sjálf af því að ég ólst upp í Svíþjóð líka að hluta til. Man eftir Malmö fyrir 30 árum síðan. Þegar hún var ljósarð? Já. Þetta var svolítið leiðileg borg fyrir 30 árum. Þetta var ekki merkileg borg. Það vantaði allt þarna. Það var engin háskóli, það var engin brú. Þetta var svona bitur verkamannastéttabær. Og lundur svona snobbærin í samabyrði, þetta var svona kontrast. Þetta yfir að vera hálfgett riðbelti eða ekki? Var svona fallandi iðnfyrirtæki í Malmö? Og bara, gast bara fengið pulsu og búið. Það var stótt að borða. Nei, ég segi svona, falukorf alls þar. Nei, mér fannst þetta ekkert spennandi borg þá, en þetta er svo sannarlega orðið spennandi borg og það fylgir stórborgum, þetta er náttúrulega 3. stærsta borg Svíþjóðar, að það bara eins og sést í öðrum stórborgum að það eru innflytjendahverfi. Fólk sækir sitt fólk heim og þetta er bara þróun sem við sjáum alls staðar, eins og í London og New York, það er Chinatown og Little Italy og þetta bara fylgir mannskepnuna að vilja svona hópa sig með sínu fólki. Og það eru bakhliðar á þessu sem að ég upplifi stundum að má ekki ræða. Og ég er klofin að því leitinu til að ég... Þannig að þú segir þetta, ég má ekki ræða það. Því mér finnst eiginlega pólitísk umræða í Evrópu, bara undanfarin ár. Það hefur bara verið meira og minna þetta, innflytjenda vandamálið. Hvernig hælisleitendur eru bara einhvern veginn að kaffara Evrópu. Við bara ráðum ekki við þetta, við verðum að bara fólk að þingi að segja bara ástandi í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu er allt hælisleitendum að kenna sem bara, þú veist, bara rétt aðeins skoðar þetta, þá bara meikar þetta engan sens. Það eru vandamál. Ég veit að það eru vandamál, en það að þessi hrörnun í grunnkerfum samfélagsins þessi hælisleitendum að kenna á Íslandi, það er bara alveg saman hvað skoðar þetta. Íslenskan, hún og þetta er sama fólk sem hefur staðið fyrir því að grafa undan skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu með fjárveitingum og með svona bara þannig að það er haldið þannig niðri það getur ekki brugðist við breyttum samfélags við getum ekki eins og brugðist við öldruð þjóðarinnar, við fjölgum ekki öldrunarheimilum
vinninum eða neitt. Þannig að það bara eins og bara að sé ykkur algjört getur sem við getum ekki mætt sko húsnæðisvandanum eða neitt. Svo bara þetta sama fólk sem stendur fyrir þessu, stendur niður í þingi og segir þetta allt hælisleitendum að kenna. Og þetta bara meikar enga sens. Þarna þetta komið út í andbúð. Og það fólk bara að taka yfir alla umræðina og segir svo, ég má bara eiginlega ekki segja mínar skoðanir hérna fyrir þeim sem andmæla mér. Það ýkt og mjög pirrandi. Af því að ég vinn í skóla. Þetta forsætisráðherra sem segir þetta, hvert er því að hann fá ekki að tala? Nei, það er bara fáránlegt. Hann náttúrulega bara, ég ætla ekki að hafa mörg orðum, hann hefur ekki talað á hann. En það sem þessi ógagvart íslensku kunnáttu, íslenskra barna og leskunnáttu og annað, það er ekki útlendingamálin. Það er ensku áhrif og bara áhrif frá samfélagsmiðlum og fjölmiðlum. Það er bara gengist inn í ameríska menningar. Já, það er bara hugarheimur ungra Íslendinga í dag. Þetta er bara bandarísk froða hjá mörgum, ekki öllum, maður á ekki að alhafa. En ég tek eftir, ég heyri í ungu fólki sletta mjög mikið á ensku. Og svo er náttúrulega fólk bara með athyglisbrest og það er mikið lyfjavæðing á Íslandi. Börnin eru lyfjuð á Íslandi, eiga erfitt með einbeitingu, eru kannski ekki með áhuga eða metnað fyrir skólanum, eru með kvíðaraskanir. Og mikið samtala á milli kynslóða. Já, og mikið bil á milli kynslóða. Og svona samtalið í samfélaginu hjá okkur er að bresta og fólk er meira að minna að hverfa inn í eigin hugarheim, inn í einhverja svona skjái. Já. Ungir og aldrir. Já. Foreldrar hafa ekki tíma eðlilega, báðir þurfa að vera útivinnandi, þannig að það er bara mikil streita í samfélaginu og svona flótta hegðun að flýja í eitthvað hvað sem það nú er. Þannig að samfélagi er ekki fungerandi. Og það er helsta ástæðan. Ég bý í Malmö. Þar er mikið af innflytjendum. Ég held að það séu og yfir 150 mismunandi þjóðerni sem að búa í Malmö. Ég er að kenna íslensku, móðurmálskennslu. Ég er líka að kenna sænskum börnum í sænskum hefðbundnum skóla. Og þar er mjög hátt hlutfall barna af öðrum uppruna. Og ég brenn alveg jafn mikið fyrir þessu börn eins og íslensku börnin. Börn eiga alltaf að eiga sömu möguleika í samfélaginu. Ég hef trú á skólakerfinu þar að skólinn veiti einstaklingum þetta frelsi að athafna sig í lífinu og að átta sig á möguleikunum sem þeir hafa. En ég verð líka vitni að mjög alvarlegum árekstrum, menningarlegum árekstrum sem ég hef áhyggjur af og sem ég finnst að þurfa að ræða og eiga að ræða. Ég er mjög umburðarlynd gagnvart fólki af öðrum uppruna. Ég get ekki sætt mig við til dæmis þegar bara lögbrot eða því líkt og það eru þarna öfgatrúamenn sem við þurfum að hafa áhyggjur af, eigum að hafa áhyggjur af. Og mér finnst að við eigum að setja mjög sterkar skerðingar á þann hóp. Nú erum við með einhvern vitleysinga hérna í fangelsi á Íslandi sem er bara stórhættulegur. Og siðlaus ekki? Já, hann er siðlaus, psíkópati. Og þetta er bara maður sem á ekki að vera hérna. En hvort er vandamálið að hann er siðlaus? Við vorum ennþá líklega með varasaksóknar sem heldur því fram að siðleysi hans er tengt fólki sem kemur úr þessum heimshluta. Og lausnin sé svo að bara taka við engum af þessum heimshluta því hann er siðlaus. En við erum okkar siðlausa fólk ef við þá bara, hvað við gerum því? Það er bara ekki rétt. Það er náttúrulega bara fullt af góðu fólki alls þar að úr heiminum. Ég á góða vinnu frá Sýrlandi, Palestínu. Hjartnæmt gott fólk sem að bara vill fá að lifa eins og við og njóta mannréttinda eins og við og byggja upp lífið sitt eins og við. Og mér finnst að þau er rétt á því eins og við. En mér finnst líka að fólk sem er að koma hingað eigi að taka sér tíma til að kynnast okkar menningu og tungumáli og virða það sem undan er gengið, eins og sagt er.
ef við ætlum að eiga já, en svo alltaf sumir sem að gera það ekki og þessi pólar stangast náttúrulega á. Það er rasistápurinn og svona ofstækisfólk sem að aðlagast illa eða vilja ekki aðlagast. Þú veist aldrei fyrirfram, sko. Þú meiri sig að þá segjum að komum bara eitthvað fólk hingað, svo ertu komin bara í einhverju aðra kynslóð og það eru Vesturlöndur í stríði við í Miðausturlöndum og eru þar að myrða fólk sundur og saman og auðvitað kemur sko stríði til Vesturlanda. Það finnst mér og það getur gert það með eitthvað sem kemur bara sérstaklega til þess. Það getur líka verið þannig bara að afstaða eitthvað strengs frá Miðausturlöndum sem hann upplifir andúð í samfélaginu þar sem hann situr í strætó og allir horfa á íþróttatöskuna við hliðina á hann eins og það getur verið sprengja eitthvað slíkt. Hann finnur bara látlust fyrir einhver andúð. Þetta eru fordómar. Hann finnur fyrir þessu fordómu, hann finnur fyrir samsvörun með þessum átöku sem eiga sér stað eitthvað þar í hans gamla heimalandi eða heimalandi foreldranna. Og það getur vel verið hann bara komið sér upp stjórnmálaskoðunum þar sem hann lítur á að hann og hans fólk sé í stríði við Vesturlönd. Já, nei, ég meina það er náttúrulega þannig og sko það er öllum hollt að reyna að setja sig í spor þessa fólks. Ég bara hvet fólk til þess að reyna í smástund að setja sig í spor þessa fólks. Fólki í Palestínu, það er að horfa upp á Vesturlönd með Bandaríkin í fremsta fararbroddi, fjármagna þjóðamorð sem Ísraelar eru að framkvæma með öflugasta her heims. Og er að sprengja ekki bara í Palestínu, heldur líka í Líbanon og Sýrlandi og öðrum nágrannaríkjum og nú að vera að gíra sig upp fyrir að ráðast á Íran. Þeir horfa upp á þetta og hörðustu andmælendur þess að við sem að taka við flóttafólki er að styðja Bandaríkjaher og Ísrael í þessum árásum. Þannig að þetta er eins og ormur sem að bítur sjálfan sig í skottið, sko. Af því að þetta er ástæðan fyrir því að fólk leggst á flótta. Það er að því að það getur ekki búið í heimalandinu og neyðist til að flýja gegn vilja sínum, neyðist til að flýja. Og það er vegna þess að það er í lífshættu í heimalandinu, bráður í lífshættu. Þannig að sama fólki sem er að styðja það að fólki leggst á flótta vill síðan ekki taka við því. Þetta finnst mér mesta kaldhæðnin. Ef að þetta fólk vill ekki fá innflytjendur hingað til Íslands, þá skal það bara gjöra svo vel að koma í veg fyrir það að það sé verið að sprengja heimalend þessa fólks. Og hætta að trúa þessum sögum það er verið að útrýma Hamas. Nei, þessi leiðtogi sem var myrtur daginn, hann var ekki einu sinni í Palestínu. Það er verið að útrýma Palestínumönnum á Gaza. Eins og alþjóða dómstóllinn telur vera mikla líkur til. Já, nú bara er búið að fella 2 dóma, það ekki, og ekkert gerist. Svala Magni Ásdísardóttir, formaður Málfrelsis, takk fyrir að koma hingað. Já, komdu bara hingað við alltaf þegar þú átt leið landið og góða ferð til Malmö. Takk að kærlega fyrir. Takk. En við sitjum áfram við rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, verið velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur Barbara Helga Guðnadóttir. Hún er safnstjóri Borgarbókasafnsins í Grófinni og staðgengill borgarbókavarðar, þannig að þú ert starfandi borgarbókavörður og takk fyrir að koma
og ræða svona svolítið hitamál sem að fólk sumir hafa tekið eftir í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum sem varðar rafbókasafnið svo kallaða og svona óánægju margra með langa biðlista og sem sagt það var mikil ánægja yfirleitt hjá fólki með þetta nýja rafbókasafn og þetta fyrirkomulag sem kom inn í einhvers konar gat var það ekki, það var algjör vöntun á svona fyrirbæri fyrir almenning sem sagt að almenningsstofnun ræki slíkt og svo núna hefur myndast þessi umræði og af hverju virkar þetta þá ekki, af hverju þetta þá svona löng bið og fólk var að tjá óánægju sínu og þið eru tilbúnar og tilbúin til að skýra aðeins málið og svara fyrir það. Hvað í gangi með þetta rafbókasafn? Já, það alveg rétt hjá þér. Þannig að rafbókasafnið verður til út af miklum breytingum í samfélaginu. Fólk farið að lesa rafbækur og hlusta á hljóðbækur og það algjörlega frábært og það var ekki, en fólk þurfti alltaf að kaupa slíka bækur. Þannig að bókasöfnin voru að skoða hvernig væri hægt að bjóða upp á raf- og hljóðbækur hjá bókasöfnunum sem útlán. Þannig að fólk þurfti ekki alltaf að kaupa endurkun heldur gætu fengið að láni. Og við fórum í mikla skoðun á þessu hvað var að gerast erlendis og stofnuðum svo rafbókasafni þar sem við erum að nýta þjónustu hjá fyrirtæki sem kallast Overdrive og höfum fengið þar heilmikið af efni en áttum lengi vel svolítið erfitt með að fá íslenskt efni. Eðlilega þá tekur alltaf tíma að átta sig á því hvernig nýjir hluti virka og útgefundur kannski aðeins hræddur að missa spónuraski sínum og þurftu að sjá svona hvernig þetta færi á stað og þetta bara rosalega miklar og hraðar tæknibreytingar þannig að maður þarf svolítið að fá reynslu og skoða hvernig það og einhverjir hafa þó boðið okkur efni. Við erum með efni frá bókabeitunni og einhverjum fleirum erum með eldra efni og erum búin að fá mjög jákvæð bröð eftir umræðuna síðustu daga þannig að ég veit að við komum til með að geta bætt við íslensku efni en hingað til að hefur þetta verið mest efni á ensku, við hefum verið með eitthvað aðeins á pólsku og svo áramótin þá ákvaðum að taka inn tímarit og þar við með rosalega mikið af tímaritum frá hinum á þessum löndum sem frábært að geta boðið upp á og okkur langar til að geta kynnt aðeins betur af því þar við alla jafna það verður þannig að þegar þú ert að fá lánað á rafbókasafninu þá ert að fá eintak lánað og við hefum bara x mörg eintök og þegar þau eru öll í útláni þá getur engin annar tekið það láni. Það ekki eins og þegar þú ert að hlaða niður eða með efni í streymi þá geta margir verið að notfæra sér sama efni en þannig að þess vegna myndast biðlistar og þess vegna var umræði núna það var mjög langur biðlisti, ég þekki þetta mjög vel ég nota rafbókasafni mjög mikið og það maður að panta einhverja bækur og stundum bara einhverju mánuðir þangað til að maður getur fengið efnið þetta kostar og það þarf alltaf að vega og meta hvar maður setur peningana hljóðbækurnar eru vinsælli já, ég held að það séu töluvert vinsælli en það eru líka miklu dýrari Hljóðbækurnar sem þið eru með? Hljóðbækurnar á rafbókasafninu heldur en rafbækur. Þannig að það dýrara að held ég bara framleiða efni sem hún hlustar á heldur en að búa til rafbækur. Þannig að við hefum kannski færri eintök af hljóðbókum heldur rafbókum og þar eru miklir biðlistar ofta tíðum. Má ég aðeins spyrja, þegar þú talar um rafbókasafnið, þá inn í því hljóðbókasafni líka? Það til náttúrulega hljóðbókasafn Ísland sem allt annar hluti, það hann sem rekinn af ríkinu og ekki, allir hafa ekki aðganga að, en inni á rafbókasafninu þá erum við með annars vegar rafbækur, það eru bækur sem fólk getur lesið bara á skjánum og svo hljóðbækur sem fólk getur hlustað á, þannig að þú getur verið jafnvel
suma bækur eru bæði í boði sem rafbækur og sem hljóðbækur. Þetta búið að vera náttúrulega í mörg ár vandamál, svolítið þetta með hljóðbókasafn Íslands er það ekki blindrabókasafnið? Jú, já. Sko, þannig að raunverulega það bara þeir sem hafa ávísun geta fengið leyfi til þess að nota það safn. Það er ekki svona sem allur almenningur hefur aðgangað. Það er mjög öflug stofnun og hefur verið í mörg ár. Og það hefur oft komið upp til dæmis innan hóps rithöfunda af hverju, til dæmis bara rithöfundasambandið bú ekki til sína eigin hljóðbókaveitu eða af hverju þetta hljóðbókasafn Íslands verði ekki gert aðgengilegt öllum og þessi umræði er búin að vera svo mörg ár. Síðan kemur bara Storytel sem er einkafyrirtæki, erlendað uppruna, kemur hérna og nær mjög miklum vinsældum og fer yfir þá þennan markað, þar að segja þá er fólk ekkit, mér fannst ekki mjög margir verið að tala þörfina á annars konar hljóðbókasafni, en svo kemur þessi svona einmitt stóra spurning, stóri þáttur og það kostar alveg sitt og það hafa bara alls ekki allir efni á því og það er ákveðið eða svona, ritstjórn eða val sem heldur, sem að kæra sig ekki allir kannski og vilja einhvern valkost. Get ímyndað mér, er það ekki? Þið eru bæði með einhvers konar, þetta er þá algjör viðbót við, þetta er ekki bara spurningum peninga, fólk sem á ekki pening kemur til ykkar, það er líka fólk sem er að leita einhver öðru eða hvað. Meinar þeir sem er að nota safnið, það er náttúrulega bara í rauninni, sko, rafbókasafnið er samstarfsverkefni og öll almenningsbókasöfn á landinu eru hluti af þessu samstarfsverkefni. Þannig að ef þú átt bókasafnskírteini þá getur þú fengið aðgang að rafbókasafninu og það er alveg sama hvort þú átt bókasafnskírteini á Akureyri eða Reykjanesbæ eða í Reykjavík. Þá hefur aðgang að rafbókasafninu. Varðandi hljóðbókasafni þá er það aðeins, það er rekið af ríkinu og það er mikið réttindamál og það er bara náttúrulega mikið hagsmunamál fyrir þá sem að eiga erfitt með að lesa, að hafa aðgang að efni sem að er aðgengilegt. Þannig að það er bara spurningu leyfi og réttindi til þess að birta. Þannig það er alveg mjög eðlilegt að það sé ekki opið öllum. Þá væri ekki hægt að semja á þann hátt sem er hægt að semja núna. Þannig það er svona kannski bara, ég þekki þá umræðu og maður myndi, ég held að það myndi allir gjarnan vilja hafa aðgang að öllum þeim safnkosti sem er þar, en á hinn bóginn þá eru þeir sem að nýta þann safnkost, þeir hafa ekki möguleikan á að nýta annað sem aðra möguleika sem að við getum þó allavega nýtt. Þannig að það er kannski bara, það er bara svona aðeins bara allt annað mál. Þannig að vegum eins og opinber, eitthvað sem svona félagslegt eða samfélagsstofnun, það eru bara þið raunverulega sem eru með þessa þjónustu og spurningin er þessi þá af hverju hjálpa útgefendur er það aðal útgefendur eða höfundur, af hverju er ykkur ekki meira raunverulega, ykkur ekki meiri stuðningu við rafbókasafnið, þannig að það virki betur og verði stærra og öflugra. Er það ekki svona aðalega kannski kritiska spurningi núna? Jú, það er kannski, ég myndi segja að það væri rosalega gott ef að fólk myndi átta sig á því að rafbókasafnið er ekki mikil samkeppni við bara bóksölu eða niðurhlaðarlega annars slíkt og ég held að vonandi erum við að ná að miðla því þannig að fólk sé frekar til og þá er ég að tala um þá sem er að gefa út bækur á Íslandi, á íslensku séu til í að bjóða okkur að kaupa sitt efni að því að við kaupum þetta og erum að greiða, þetta er alveg við erum að borga fyrir allt sem er á rafbókasafninu. Þannig að vonandi stækkar það bara, vonast til þess og
En svo hins vegar að því að þú varst að tala biðlistana, það svolítið flóknara, það alveg rosalega mikið. Þeir sem að nota rafbókasafnið eru stórnotendur, getum við sagt, og ég veit að mjög margir að nota eru ekkert síður að kaupa efni og ég stórnotandi á efni og ég nota kaupi, með Storytel, Audible, rafbókasafnið og bókasafnið og kaupi mig sjálf bækur bara út í bókabúð. Þannig að ég held að það eigi við mjög marga. Ég held að eitt kannski kom ekki staðinn fyrir eitthvað annað. Við viljum bara hafa tækifæri til að nálgast efni á miklu margbreytilegri hátt heldur en við gerðum áður fyrr. Núna viljum við geta nýtt þessi tæki sem við erum alltaf með í höndunum til þess að nálgast efni sem við erum að hlusta á eða lesa. Já, það hljóma svona eins og bara það sé alveg gríðarlega mikilvægt fyrir til dæmis bókmenntir og bara íslenska bókmenntir og tungumálið og líka samskiptin eins og þú segja, þetta mikið á erlendum tungumálum sem ætti að vera bara óbúðslega mikilvægt að fá til dæmis þá Íslendinga sem ekki tala íslensku inn í samfélagið í gegnum þessa stofnun sem þá einhvers konar sameiginleg stofnun okkar eða sameiginlegu menningarvettfangur. Þannig að mann finnst þetta svo margt undir og ef það auðvitað ekki þig að spyrja því, það eru það kannski bara útgefundir eða opinberið eða eitthvað svoleiðis að spyrja af hverju þá ekki meiri stuðningur við slíka mikilvæga stofnun. En maður skilur ekki, útgefundur, þeir held ég til dæmis hef gefið út bækur, ég var nú ekkert spurð að því, bækurnar mína voru sendar af Storytel, eða það að segja það eitthvað svona, ég held að Storytel borgi til dæmis skammalega lítið fyrir bækur. Ég veit svo nú skal ég ekki segja að hvort það eitthvað skammarlega lítið, en ég allavega held að þeir borgi ekki mikið, þannig að þá finnst manni svolítið skrítið að útgefundur sé eitthvað í varnastöðu gagnvart því að selja ykkur bækur. Já, ég hef heyrt gagnrýni varðandi greiðslu frá Storytel, veit eins og þú kannski ekki mikið meira það, en ég veit að það greitt fyrir bókasafnasjóður, hann greiðir rithöfundum fyrir efni sem að við erum með bæði á bókasafnunum og rafbókasafnið þá hluti af því. Þannig að já, ég bara bjartsýn á að nú taki allir við sér og eins og ég segi, það eru náttúrulega einhverjir útgefundur sem eru alveg búnir að lýsa því yfir að þeir vilji koma efni inn á rafbókasafnið og eru komnir þar inn. Þannig að ég bara ansi jákvæð með það og vona að þá fleiri bara sýni vilja til þess og við getum elt þessa leið og ég held að sé alveg rétt hjá þér. Þetta svolítið samfélagsmál. Það hafa ekkert allir geta ekkert allir verið að nýta sér þær leiðir sem að þarf að greiða fyrir. Eins og að kaupa efni og við viljum svo gjarnan koma efni bara með öllum leiðum sem við getum til borgarana og á öllum aldri. Við höfum reynt að vera líka með eitthvað efni fyrir og erum með efni fyrir börn og það ég held að sé bara óbúslega mikilvægt samfélagsátak bara fyrir alla, okkur öll að gera hvort sem það efni fyrir ánægjulestur eða fræðiefni, að gera það eins aðgengilegt og hægt og það skiptir mjög miklu máli að við getum boðið upp á efni á íslensku eða efni sem að endurspegla svolítið þann menningarheim sem að fólk getur endurspegla sig í. Þannig að fyrir okkur mjög mikilvægt að geta og náttúrulega fyrir rithöfund að koma efni sína á framfæri. Ég held að sé bara mjög mikilvægt. En það ekki þessi keðjuverkun líka eða hvers konar, ég veit ekki hvaða orð á að nota keðjuverkun eða svona það þetta að eitt út, eins og þú segir, stórnotendur, eitt útilokar ekki annað. Það óþarf að vera hræddur samkeppnina og hræddur við að missa spónu sínum aski að því að gagnvart rafbókasafninu, að því að þeir sem að nota á annað borð nýta sér slíka þjónustu að þeir eru líka líklegir til að þá kaupa bækur annar staðar og svoleiðis. En burt sér frá því, ef maður pælir ekki ykkur svona efnahagspælingum, þá félagslega
það virðist þetta vera einmitt sko það eflir svo vettvangin að það sé meiri þjónusta í boði að því að allir Borgarbókasafnið í Reykjavík. Já, það bara það sinnir svo margvíslegu hlutverki finnst manni. Það þessi samverustaður, þarna alltaf eiginlega fullt helgar af börnum. Það er alls konar ótrúlega áhugaverð dagskrá fyrir börn og fullorðna, fyrir innflytjendur. Þetta svona, þarna eiginlega á sér stað þetta svona stefnumót finnst mér við þá sem eru nýkomnir til landsins, þá sem bara í annars konar lífi, miklu frekar heldur en í skólunum finnst mér. Þannig að maður hugsa með sér að þetta svona, það bara mjög mikið í húfi að styrkja þessar bókasafnsstofnanir, það ekki, sko, með öllum ráðum. Þú skrifaðir ritgerð sem ég fannst aldrei flott, titillinn á, má ég segja titillinn? Já. Frá félagsmiðstöð til sáluhjálpar, efling samfélagsþáttöku á almenningsbókasöfnum. Getur aðeins sagt okkur frá þessu svona í kjölfarið á? Þannig að titillinn er til vitnun í, ég sendi út spurningakönnun á þá sem að eru starfandi á almenningsbókasöfnum allt land eða fara fyrir almenningsbókasöfnum allt land og þetta er tilvitnun í eina mannski sem svaraði spurningakönnun og ég alveg sammálaðir að við þurfum að styrkja almenningsbókasöfnin á bara allan þann hátt sem að mögulegt að því að á mörgu stöðum þá þetta í rauninni kannski svona eina menningarstofnunin í samfélaginu og þarna verður til dýrmæt þáttaka íbúana í því sem að samfélagið hefur upp á að bjóða og þá þarf maður að nýta það sem að almenningsbókasafnið getur boðið upp á og það náttúrulega aðgangur að náttúrulega upplýsingum, efni sem að eflir fólk getur speglað sig í og tengingar. Þarna verða til líka, því það ekki bara að þú býr til tengingar við safnkostin, bækurnar og safngögnin sem eru oft verið að bjóða upp á sem geta verið alls konar, tímarit og tónlist og spil og hvaðina, en það verða líka til tengingar á milli fólks og það svo óbáslega mikilvægt. Það bæði mikilvægt fyrir þá sem að koma nýjir inn í samfélag að ná að tengjast og upplifa sig sem hluta af samfélaginu en það líka mikilvægt að þeir sem eru fyrir að þeir nái kannski að miðla og geta tekið þátt í því að gera samfélagið bara einfaldlega betra með því að vera þáttakendur og í þessari ritgerð sem ég skrifaði þá var ég svona að skoða hvernig almenningsbókasöfnin geta elt samfélagsþáttöku og hvort þau að gera það, þá kom í ljós að allir telja það mjög mikilvægt en standa oft frammi fyrir því að það kannski bara einn starfsmaður í hlutastarfi á litlu safni og þá eru úrræðin náttúrulega bara takmörkuð, það vantar húsnæði og fjármagn og starfsfólk til þess að vinna að ýmsum verkefnum til þess að efla íbúana til samfélagsþáttöku. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega óplæður akur hjá bara okkur öllum. Við getum alveg gert miklu meira og betur. Erum við þá kannski eitthvað svolítið á eftir eða hvað? Nú varstu að segja varandi rafbókasafnin þá hafið þið náttúrulega kynnt ykkur þróun í löndunum í kringum okkur eða einhver staðar, annar staðar þar sem að menn eru kannski einhver staðar í fararbróti búin að átta sig á, fólk búið að átta sig á því að þetta bókasafnið fengið nýtt hlutverk, raunverulega það ekki. Það ekki bara með þetta safn sem hún tekur út bók og ferð einn, heldur þetta þessi samfélagsvettvangur miklu meiri. Og Borgarbókasafnið virðist nú vera, þið hljótu nú að vera bara alveg á heimsmælikvarða það ekki, þeir eru hljóðvarpstúdíó og maður getur hlustað á gamlar vínilplötur og fengið diska og fæla. Þið virðist vera algjörlega svona Er það ekki? Við erum algjörlega með þetta. Er það ekki alveg heimsmælikvarða? Ég veit
Það nú ekki, en ég held að sko almenningsbókasöfn á Norðurlöndunum eru mjög framarlega og þar búið að vera að vinna og alltaf verið að þróa leiðir og við fáum að vera með, við leitust við og ekki bara Borgarbókasafni, það eru almenningsbókasöfn, svona stærri almenningsbókasöfnin eru í mjög virku samstarfi og samráði, það óbúslega gjöfult og gott samstarf á milli almenningsbókasafnana og við reynum að hjálpa stað. Auðvitað Borgarbókasafnið stærst þannig að maður nær kannski að vinna að fleiri verkefnum en það ótrúlega gott starf unnið á mörgum söfnum og gaman að koma á eins og amtið á Akureyri og margt að gerast í Kópavoginum og víðar. Við erum að reyna að standa okkur hérna fyrir íslenskan almenning og bjóða upp á svipað og að gera erlendis. Stundum eru við með verkefni sem aðrir líta til og það starfsfólk hjá okkur sem hefur verið að fara erlendis og kynna verkefni sem við höfum staðið að og þá það einmitt svona samfélagsverkefni. Þannig að við gerum okkur besta og viljum svo sannarlega geta gert meira og það sem að kannski stendur okkur líka aðeins fyrir þrif núna bara húsnæðið og þess vegna erum við mjög spennt fyrir því að miðbæjarbókasafnið tilstendur að gera nýtt safn þar sem það og erum í hönnunarferli á því. Og erum þá að ætlum að svara alls konar þörfum með nýju safni. Til dæmis þá alltaf verið að spyrja okkur hvort það sé hægt að fá rými fyrir hitt og þetta sem að íbúar vilja sjálfir standa að og bjóða upp á og við höfum bara ekki rýmið, salina eða fundarherbyggi annað slíkt sem að þarf til þess að það sé möguleiki. Fyrir viðburði sem að fólk getur þá fengið á þess að líklega borga mikið fyrir það. Já, því að það eru ýmis viðburðir í borginni en það þarf yfirleitt að borga töluvert fyrir þessa leiguna á sölunum sko, já. Já, við erum reyndar svona eftir því sem við getum, þá höfum við verið að bjóða, við erum ekki að rukka fólk sem að gera viðburð sem opin öllum og það mikið af félagasamtökum sem og fleiri og bara einstaklingum sem að vilja koma inn á bókasafnið og gera eitthvað fyrir samfélagið og þá erum við í rauninni kannski bara svolítið að bjóða húsnæði, auglýsa viðburðin og styðja eins og við getum. Það og við tölum svona sjálfbært samfélagsrými og það felst einmitt í því að borgarnir geti komið og gert rýmið að sínu og boðið upp á eitthvað. En talandi að gera rýmið að sínu, að því að núna sér maður, þetta einmitt svona þróunin, eins og þú segir, kannski mest á Norðurlöndum og það þarf dálítið átak að koma í Íslandi öllu, öllum bókasöfnum kannski á landsbyggðinni upp á ákveðin stað, svona með metnaður gera þetta að þessu nýja vettfangi, sko, leyfa bókasöfnunum umbreytast. En svo í millitíðinni þá kannski verða svona almenningsstaðir, maður hugsa líka almenningssamgöngur, þetta verður svona staðir þar sem einmitt þeir sem eiga sárt að binda gera að sínu og maður auðvitað hefur upplifað það að fara á Borgarbókasafnið í miðbænum og líða eins og maður sé að koma inn á svona skýli fyrir heimilislausa af því það nú vöntun á úrræðum fyrir heimilislausa þá auðvitað finnum maður til bara svona ákveðnar hlýju að fólk geti hlýjað sér þarna í þessu notalega umhverfi en svo ég hef auðvitað heyrt mikla gagnrýni á þetta að það sé þá fólki líði öðrum sem eru ekki heimilislausir komið þarna og finnist hinnir vera búin að eins og dýringir mjög út svæðið þannig að það sé svona ekki, þetta sé ekki fyrir alla. Hvað segirðu svona, ég veit að þú hefur verið svolítið í umræðu þessi mál, þetta hlýtur að vera svolítið erfitt að vera með svona mörg hlutverk eða hvað? Þetta mikil áskorun og þetta ekki bara áskorun sem við stöndum frammi fyrir hér í miðbæ Reykjavíkur heldur þetta
það sem er oft verið að ræða og skoða hvernig hægt að vinna með bara í öllum svona miðborgarsöfnum. Já, bókasafnið fyrir alla, öll eru velkomin en við erum líka með ákveðnar, við getum talað svona umgengnis eða húsreglur sem að þýða að það þarf að bera virðingu fyrir svæðinu og öðrum notendum safnsins en að meðan fólk gerir það og ekki að trufla og ber svona virðingu fyrir umhverfinu þá má vera á safninu. Og það alltaf, það alls konar búið að koma upp á og erfitt fyrir starfsfólkið, kannski aðalega að þurfa að taka á erfiðum málum, að því að sjálfsögðu kemur fólk til þess að hlýja sér eða til þess að hlaða símana eða nota tölvurnar en líka til að nota safnkostinn og líka til þess að bara dreipa tíman og hitta aðra. Þannig að við þurfum auðvitað að allir þurfa að búa yfir ákveðnu svona mannvirðingu af því að við þurfum að kannski sína náunganum ákveðna hlýju en ekki kannski láta bjóða okkur hvað sem er. Þannig að þetta alveg mjög fín lína að tipla. Þannig að bókasafnið þá líka vett og svona hálfgerður skóli fyrir okkur öll, til dæmis núna með aukinni stéttaskiptingu og misskiptingu í samfélaginu. Að reyna okkur í umburðarlyndi og skilningi og læra einmitt allir þurfa að læra nýjar umgengnisreglur kannski. Af því að nú finnst mér bókasafnið hafa líka verið svolítið í fararbroddi að vera með svona einhvers konar fræðslu og upplýsingu fyrir borgarana bara hvernig maður á að haga sér í fjölmenningarsamfélagi og varðandi orðaforða, mér finnst svo oft maður getur leita svona til inn í fræðslu bókasafnsins bara, já, svona pælingar það, hvernig maður á að snúa sér í nýrri veröld raunverulega. Mér þykir bara óskaplega vænt að heyra þið segja þetta að því að ég held ég held að við getum litið svolítið á bókasafnið sem svona ákveðna kannski ekki uppeldisstofnun en svona stofnun þar sem að við þurfum svolítið að reyna okkur kannski þetta svona aðeins nýr veruleiki á Íslandi að við erum alltaf að verða fjölbreyttara samfélag og maður þarf að læra hvernig aðrir kannski sjá heiminn og það kannski ekki alveg nákvæmlega eins og hjá okkur hinum sem erum alltaf búin að búa hérna og maður þarf að skilja að sumt bara týnist í þegar maður að færa yfir og skilst ekki alveg og við erum með alls konar verkefni, meðal annars núna verið að vinna verkefni sem heitir Kærleiksorðræðan og það verið að skoða hvernig við getum búið til bara einfaldlega ný orð, hvernig þeir sem koma nýir inn í samfélagið að móta og þróa og það geta allir lært af, það ekkert endilega verið að læra af sjálfu bókasafninu heldur líka bara öllum þeim notendum sem eru að miðla á bókasafninu, koma og gefa af sér. Þannig að við það safnast upp einhver reynsla og þekking af þessu starfi sem þarna á sér stað, þannig sem miðlað áfram. Það einhver svona áframhald í miðlun sem maður finnur fyrir, þar finnur maður fyrir öryggi og ég segi fyrir mig, ég hef ekki fundið til öryggisleysis gagnvart einhverjum sem eiga ekki húsa vernda. Mér finnst yfirleitt þetta, ég ætla bara að taka það fram, fólk sem, ég auðvitað ekki starfsmaður og ég skil vel að það getur verið áskorun, en mér finnst yfirleitt þessir sem eru kannski heimilislausir, þeir eru mjög kurteisir, svolítið merkilegt, sko ólíkt börnum sem eru fordekruð og hlaupa og eru með mikið læti og ég hef stundum hugsað, þetta hluti af þessu nýja á bókasafn núna að vera svona líflegt
þarf ekki einhver staðar að kenna börnum virðingu fyrir þessu að það einhver annar kannski sem að einbeita sér og lesa. Eru þið varnarlaus gagnvart öskrandi og frekum börnum? Það verður alveg stundum svolítið það eru alls konar hljóð á bókasafnið. Bókasafnið ekki lengur svona sussafn en við erum samt með svæði þar sem að fólk getur verið að lesa og læra og svona flestum bókasafnum eru svæði þar sem að ætlast til þess að fólk gangi kannski hljóðlátar en ég myndi segja að það væri kannski ekki hlutverk okkar að ala börninu upp, við viljum helst að þau fái uppeldið annar staðar, en að sjálfsögðu starfsmenn eru bara, ég dáist að starfsfólki hvernig það nær að láta mismunandi kannski væntingar og tilfinningar og reynslu og bara óskir ganga upp í oft mjög litlu rými þar sem að fólk að leita sér að ólíkum hlutum og auðvitað þarf maður ofta að biðja einhvern að maður vill ekki einhver sé hlaupandi út allt og öskrandi að því að það líður engum vel í því. Nei. Þannig að það þarf að stoppa krakkana sem eru kannski með mikinn æsing. En þetta náttúrulega, eins og þú segir, þetta ekki suss-bókasafn lengur og þetta einhvers konar hljóða-bókasafn, það mörg hljóð þarna mismunandi og maður lendir í alls konar einmitt samræðum líka við, þannig að ég stundum hugsað mér býtu rétt að vera komin í þessa samræðu hér, þar sem maður kannski að einmitt að tala, einn talar á einu tungumáli og maður með Google Translate og svoleiðis, en þá hef ég svona lítið kringum og sé að það má tala þarna, það eru ákveðin svæði, þannig að þetta hlýtur að verða betra kannski með í nýju húsnæði þar sem þið fáið bara beinleinis, það ekki meira stærra rými eða hvað vonandi? Já, það verður örugglega auðveldara að vinna með það og við viljum náttúrulega að fólki líði vel en það geti tala saman og fólk ofta að koma á bókasafni jafnvel bara að læra eða að vinna saman og það mikið að fólk komi og að við sjáum án þess að við eigum nokkuð þátt í að skipuleggja það, þá verið að æfa íslensku og fólk að hitt á stefnumót á bókasafninu til að æfa sig, þannig að það alveg eru svæði til þess. En rétt undir lokin svona, við tökum eitt pólitíska punkt. Almenningur virðist vera átt að sjá því, bókasöfin sjálf virðist vera átt að sjá því að þetta eru mikilvægar miðstöðvar, samfélags, bæði sem sagt, hvað sagðirðu, þetta eru félagsmiðstöðvar og sáluhjálpar. Þú telur það, þetta eru okkur öllum til upplýsingar og sáluhjálpar. Þannig að þið eru ekki kannski beint að veita sáluhjálp en það eitthvað á staðnum bara við samverunar ekki sem að veitir sáluhjálp. Stjórnvöld, finnst þér borgaryfirvöld og stjórnvöld, finnst þér þau vera svona með á nótunum? Ég held að það sýni svona ákveðin skilning að ætla sér í að byggja nýtt safn, þannig að það náttúrulega bara svona ákveðin sýnir það að borgaryfirvöld þau átt að segja á því að bókasafnið mjög mikilvægt og það þarf að styðja það. Svo eru bara samfélög misstór og það náttúrulega það erfitt hjá mörgum sveitafélögum núna í kjölfar COVID, það búið að vera niðurskurður. Þannig að í gegnum árin hefur einhvern veginn verið mjög auðvelt að skera niður oft bara hjá bókasöfnum eða í menningunni. Ég held því miður sé ekki almennur skilningur á því hvernig hægt að nýta bókasöfnin og það það sem kom líka í ljós í þessari rannsókn sem ég gerði, þar sem ég var að spyrja hver tilfinning væri bara allt land á hlutverki bókasafnsins. Þannig að við reynum að nota hvert tækifæri til að útskýra og efla skilning og ég held mögulega að nýtt bókasafn sem að kemst á væntanlega í fjölmiðla og mikil umræða verður bókasafnið eins og gerist alltaf þegar ný stofnun opnar, að hún kannski
auki skilning, sýni hvað bókasafnið getur gert og verið fyrir samfélagið og það hjálpi þá minnisöfnum líka. Varðandi ríkið, það er verið að vinna að nýrri menningarstefnu og þar er við að reyna, eða nýrri stefnu og þar sem við erum að reyna að fá svolítið athygli á bókasöfnin og hlutverki þeirra. Þannig að við erum að gera okkar besta, það má alltaf gera betur. Og rafbókasafnið, umræðana því við byrjuðum það var tilefnið til að ræða bókasafnið í heild, það er spurningin rafbókasafnið og það er náttúrulega mikilvægt eins og þú sagðir fyrir rithöfunda til dæmis að á Norðurlöndurum þá bara margir hafa tekjur miklar úr bókasafnssjóðum og þetta hefur lengi vantað svolítið hér. Þannig að við erum dálítið svona vilda vestrinu með því að kannski bara afhenda stórfyrirtækjum þennan auð og þurfum að bæði átt okkur á því hvað rafbókasafnið er mikilvægt inn í líka þessari stóru heild sem borgarbókasöfnin eru bara á Íslandi. Já, sé rafbókasafnið er bara mjög virkur hluti af bókasafnakerfinu og það og kemur til með að vera það mun meira. Þetta er bara, þróunin er slík að við erum farin að nýta tæknina í staðinn fyrir pappírinn, ekki staðinn fyrir, heldur á sama tíma. Þannig að ég sé ekki mun á því hvort að seld er bók á pappír til bókasafnsins eins og við gerum og við lánum út og að selja til rafbókasafnsins þar sem við lánum út. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þetta verði stórelt. Já, bara vonum að útgefendur taki við sér og allir sem að hafa málið að segja til að efla þetta rafbókasafn og bókasafnið leið. Barbara Helga Guðnadóttir settur borgarbókavörður og safnstjóri Borgarbókasafns í Grófinni. Kæra þakki fyrir að koma og útskýra máli fyrir okkur og setja það í stærra samhengið. Takk fyrir mig. Takk. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Við vorum að ræða rafbókasafnið og þessi aðgengismál almennings að bókum og upplýsingum og það vill svo vel til að til minni kominn maður sem hefur bara þó nokkra reynslu af bara úr einsta kjarna rafbókasafna og Storytel og það er Hermann Stefánsson, rithöfundur og ritstjóri eða hvernig þú hefur og tónlistarmaður, þú ert með ýmsa hatta svona? Já, ég með nokkra hatta en ritstýri engu nema bókum fyrir vini mína. Bara. Nei, já, en þú varst nú svona þekktur ritstjóri menningar. Jú, einu sinni ritstýrði menningar, já, nokkrum sinnum. Ég ritstýrði flugtímariti líka sem ég breytti í svona menningar tímaritt. Þú ert svona einn af ritstjórum Íslands og ritstýri síðan kannski fyrir marga svona á laun. En mér langaði bara eiginlega að byrja á því að taka upp þráðinn frá umræðunni áðan ekki beinlínis rafbókasafnið, við fórum eiginlega ofan í saumanu því áðan, en tengslin við Storytel, að því að þú svona, já, það er svona einhvers konar sjálfsæfisaga sem þú átt eða svona, þú átt þér sögu í tengslum við Storytel sem er kannski pínu glæpasaga eða hvað. Já, það er nú ansi margir sem eiga þessa sögu og hún er svo sem ekkert merkileg eða hún er ekkert frábrugðin öðrum. Það hefur verið að gerast, það hefur verið að verða ákveðin breyting á íslenskum bókmenntum og hún er meðal annars svo að það er komið alþjóðlegt fyrirtæki sem heitir Storytel sem er búið að koma inn í samninga við rithöfundasambandið að það megi bara láta lesa upp bækur sem er svolítið annað form og maður sér það líka á metsölu
það sérstakur metsölulisti Storytel og þar Sigursteinn Másson alltaf efstur með kannski efni sem hann myndi frekar flokka sem útvarp bara eða svona dagskrárgerð og öðruvísi bækur og þetta er sænskt fyrirtæki alveg svo Spotify, við erum farið gegnum svolítið sama og músikinn fór í gegnum fyrir nokkrum árum. Spotify er sænskt glæpafyrirtæki segja þeir og þeir segja það sama Storytel en það er til mismunandi samningar sem Storytel gerir við fólk, annars vegar eru forlögin sjálf með upptöku, eru með stúdíó og þau eru með upptökumann og þau gera þetta bara sjálf og þá ertu með allavega stóru forlögin eða sum þeirra hafa bara eftir því sem skilst þá geta þau bara ráðið með einum hnappi hvort bókin á Storytel eða ekki, þú getur bara farið eitthvað admin stjórnborð í tölvunni sinni, ég ætla að taka þessa bók út og þá hverfur hún bara af Storytel, þannig að fyrirtækið, útgáfufyrirtækið með samning við Storytel. Síðan er aftur undirverktakar, Eid Viðarsson heitir hann nú, sá besti held ég, sonur Viðars Hreinssonar, en og þá hann tekur að sér svona fyrir alla sko og þá getur Storytel sjálf látið taka upp með leyfi forleggjarana bækur og þá er það útgefandinn, þannig að í rauninni þetta skandal sko. Skandalinn sko, stóri skandalinn þessi að það eru allir mjög glaðir yfir því að það skuli vera svona svolítil bylting í miðlun bókmennta til dæmis og ritmáls. Það er mikil þörf á því að geta nálgast á annan hátt eins og til dæmis með hlustun fyrir ekki bara þá sem eru á einhvern hátt ófærir að lesa heldur vegna breyttra félagslegra aðstæðna þá er það mjög svona heppilegt. Þessi stórfyrirtæki að því að almennings raunverulega batteríin þau voru kannski aðeins lengi að taka við sér vegna skorts á fjármuni og fjármunum að þá sáu þessi stórfyrirtæki sér leikaborði og sáu bara fram í tíman má segja, það má nú gefa þeim það að þeir sáu þessi tækifæri og fari yfir á einhvers konar grátt svæði lagalega séð það ekki. Þannig að það er allt frekar óljóst eins og Spotify sakað að borga ekki höfundum. Já. Það fer á svig við höfundaréttar greiðslur það ekki og eins hefur Storytel fengið sagt, á sig þá gagnrýni. Já, það borgar einhverju greiðslur en þær eru fráminnilega litlar. Sko. Það var haldið afmæli Storytel fyrir nokkru og þar kom fram stofnandi og forstjóri Storytel í Svíþjóð og hann þakkaði gott gengi fyrirtækisins og sagði að þakkaði upptökumönnum, þakkaði upplesurum, þakkaði starfsfólki og samningateymi og ýmsu svona og síðast en ekki síst sagði hann, vil ég taka hlustendum. En það hvarflaði ekki á honum að þakka lesendum, þannig að hann lítur á þetta sem höfundum segi, þannig að hann lítur á þetta sem bara greiða við höfunda, sem það er ekki. Það þarf ekki mikinn stærðfræðing til að átta sig á því að ef allir hlusta á bókina á Storytel, ef þú ert söluhöfundur, þá kaupir enginn sömu bók og lesa hana líka og það er önnur reynsla. Sko. Þetta er svolítið eins og við séum komin aftur á baðstofuna sko, og þar var þó greiðslufyrirkomulag einhvers konar að það voru flakkar flökkuð á milli bæja og kváðu rýmur og tók í það heilt kvöld og þáðu að launum atbeina og gistingu og mat og svona en síðan er náttúrulega samningafrelsi í landinu þannig að það fá ekki allir að sama fyrir lestur og bókum sínum. Þannig að venjulegir höfundar sem eru ekki kannski metsöluhöfundar þeir fá lítið fyrir sinn snúð. Ég meina þeir fá bara eitthvað sem er brandari sko. Ég fæ ekki neitt, ég hef aldrei fengið krónu og einn vinur minn fær sem svarar
hálfri máltíð á ári fyrir ansi margar bækur sem hann með þarna inni. En ég svo sem hugsaði ekkert út í þetta fyrst og það fóru hann inn 3 bækur og það eins og með fleira eins og með risamálhildina maður svona tæknin þróast líka. Það eiginlega synd að Íslendingir höfundar skulu ekki nota meira réttarkerfið. Það til þess að fá svona mál hreint. Maður fer í gegn með eitthvað prófmál, svo fer í gegn með öll dómstigin og hvað höfundaréttur? Það fer enginn í, eða flest svona höfundaréttarmál enda einhvers staðar út í móa hjá sem Vilhjálmur Hans sér málið og það verður aldrei neitt úr neinu vegna þess að það dýrt líka. Það svolítið litið niður til þeirra sem að fara, finnst mér fara fyrir rétt út af höfundaréttarmálum. Einhver leiti kannski sumir auðvitað bera virðingu fyrir því að standa með sjálfum sér og sínum hugverkum. En mér hefur þótt að vera aðeins svona gert grínaði líku við að fólk sé að fara erindisleysu og að setja sjálfa sig á einhvern stóran hatt. Það sé paranoid. Stall, menn ég, já. Og sé paranoid líka. Já, á meðan á saman tíma fólk að fara fyrir mál sem kostar marga milljónir fyrir 200.000 krónur valdgöldin í hússjóð eða eitthvað slíkt eða fara í dýravörður fyrir mál við mann sem hann hendi út af öldurhúsi vegna þess að hann beita hann í öxlina. Það engin lög við því að býta dýraverði í öxlina og hann meiti sig ekkert að koma smá tannför. En líka eins og þessi kannski það vegna þess að það viðkvæðið þetta að þú sem höfundur, ef þú ert ekki metsöluhöfundur, að þá mátt þú bara vel við una að það sé verið að miðla þínum verkum. Já. Og ég hef líka starfað sér rithöfundur og þá það þannig að kannski það litið á það að koma einhvers staðar og lesa upp til dæmis fyrir jólin, þá það kannski flokkað sem kynningar, já þá það auglýsing, ókeypis auglýsing fyrir þig, já. Og svo hefur rithöfundasambandið raunverulega hvatt sína félaga til þess að taka fyrir að biðja ákveðna lágmarksgreiðslu. En á sama tíma haldið upp á komur þar sem enginn fær neitt greitt. Já. Í Gunnarshúsi. Þannig að þetta svona jafnvægisstans einhver. En rithöfundasambandið hefur ekkert gert í Storytel, svo ég veit til. Ef þau hafa gert eitthvað þá hafa þau ekki látið okkur hinn vita á því. Ég man þegar að Storytel kom fyrst, þá voru einhver tilmæli frá rithöfundasambandinu, það nú svolítið mörg ár síðan, til höfunda til félagsmanna sinna að jafnvel að segja sig frá og neita því að taka þátt í Storytel og ég ákvað að gera það en kannski að því að maður ekkert einmitt metsöluhöfundur og þá þessi mótmæla aðgerð manns svona kannski virkar ekki alveg beint en ég allavega bað að þessi eina bók sem var þarna inni, hún tekin út og það var auðvitað svolítið skrítið. Skilur, það var búið að hafa fyrir því að lesa hana mjög vel og vanda til verks og þetta var klárlega svona viðbót við verkið, fannst mér jákvæð viðbót. Já. Þannig að mér fannst það svolítið leiðilegt að fara í þennan, þetta var ekki beint slagur en það voru svona 2 símtöl, hins vegar tókst mér þetta ekki, bókin ennþá. Já, það eru mjög margir sem hafa reynt þetta og mistekist og tilgangurinn ekki sá að Storytel ætla að miðla bókinni endilega heldur þetta svolítið eins og með Spotify, þú byrjar ekki að fá greitt fyrir eftir 1 mínútu. Ef fólk hlustar á 1 mínútu af laginu og meira þá ferðu borgað. Þannig að það var ein hljómsveit, svona prakkaraleg hljómsveit sem gaf út plötu sem var öll full af 59 sekúndna lögum, svo þú fengið nú örugglega ekki neitt, það munaði ekki dömnda hvað sem En af hverju skildur maður standi í því, skilur, að fara í og virkilega ná sínum verkum út úr þarna Storytel, þannig að örugglega enginn getur hlustað á manns verk og til dæmis verður það að ég skildi senda þetta þá þetta svona eins og hálfgerður draug, verkin það eins og hálfgerður draugar hérna inn í þessu? Já, vegna þess að það til eitthvað sem heitir höfundaréttur og þú átt hann
síðan útgáfuréttur og hann annar og það þyrfti eins og með þessi ritstuldarmál sem hafa verið komið upp. Það eiginlega svolítið synd að hafa ekki farið bara fyrir dóm og fengist á hreint, ok, þetta má og þetta má ekki og það getur farið í margar áttir. Ég meina eins og með sjálfsöguna, svona norrænu, hann höfundur sem hétt Klaus Beck Nielsen, og farið í mál við hann af því að hann var strandaglópar á lestarstöð á Ítalíu yfir eina nótt og með vini sínum sem sá hann alla ævisögu sína sem hann skrifaði ósjálfrátt alla niður í huganum og gaf sér hann út og vinurinn var ekki ánægður og hann fór í mál og blessunarlega þá tapaði hann málinu en þess að og þá það spurningum bara tjáningafrelsi eða svoleiðis og sæmdarrétt líklega eða ef vinurinn sem átti lífið sem maður svo sem á ekki höfundarétt að lífi sínu eða orðum, maður á ekki höfundarétt að orðum ég á ekki höfundarétt að orðum sem ég segi í útvarp þetta er svolítið og rithöfundar í lögum hafa í anda lagana meira málfrelsi fyrir rithöfunda heldur en aðra. Það bara þannig sko. Með að segja meira en aðrir. Með því að gefa það út, beinlínis, það það? Já, eða bara það stendur, ég meina að vísu var Þórbergur Þórðarson dæmdur fyrir að segja eitthvað ljótt Hitler, en út frá úreltum lögum sem eitthvað sem annar hver maður segir Putin og Netanyahu í dag en hann stóð uppi sem hetja samt hann fyrir stríðið af það að Hitler væri svíðingur sem var alveg rétt en það hefði verið sorglegt ef Klaus Beck Nielsen hefði tapað þessum rétti eða ekki rétti, ég meina þetta var svolítið tilslutt á honum, hann gekk svolítið nálægt vini sínum en ef hann hefði tapað þá hefði einhvern veginn öll greinin verið dauð þetta er bara ólöglegt, þið megið ekki segja frá sjálfum ykkur og tilfinningum ykkar og vinum ykkar og eitthvað svoleiðis, þannig að það hefði verið slæmt sko. Og nú eru 100 ár síðan að bréf til Láru eftir Þórberg kom út og maður getur svona að vera áhugavert að taka stöðunni mitt á réttindum höfunda og þeirra stöðu en getur aðeins sagt mér, þú talar þarna þessa risamálheild og ég verð að segja að það nú, ég held að það sé nú ekkert mjög margir sem vita hvað það og ég veit ekki, getur sagt okkur bara aðeins hvaða fyrirbæri það? Já, það er kannski eitt að taka fram fyrst í því efni að það er engin vondurkall í því. Í risamálhöldinni? Nei, það er ekkert sænskt glæpafyrirtæki. Má ég segja sænskt glæpafyrirtæki? Það er svona spurning. Í útvarpinu, já, ég veit. Hypotetiskt sænskt glæpafyrirtæki, skulum við segja. Og ég fekk mínar bækur út úr Storytel, það voru 3 þar og ég bara... En þú þurftur að fara fyrir rétt, það ekki? Nei, ekki. Nei, þú þurftur ekki að fara í mál? Nei, ég bara, ég bý svo vel að vinna hlutastarf fyrir Landsrétt og geta þegið ýmis ráð frá atvinnudómurum sem ég gerði nú reynda held ég ekki bara en ég bara hef lesið lög og finnst þau áhugaverð og ég sá ekki að þetta stæðist lög en ég þurfti að fara fyrir einhver alþjóðlegt samningateymi og eitthvað sluðis. Þú þurftur að gera það? Já. Og raunverulega... Blanda útgefanda mínum inn í málið sem eru einni komið ekki við vegna að þau voru útgefandinn en fullt af fólki lendir í því að það vill fá bækurnar sínar út og þá fær útgefandinn bara rukkun eða með tanningssamning sko. Ef þú ert með stort forlag þá getur forlagið bara gett að takka það á hverju bókin að því að með aðganga stjórnborði en ef það er Storytel sem er útgefandinn þá
þá fær útgefandinn bara rukkun upp á formúu fyrir kostnað við upptöku og slíkt. Já. Þannig að sem, hann hefur þá væntanlega samþykkt einhvern tímann í bríari en má alveg skipta skoðun eins og aðrir. Ég vil ekki hafa þessa bók á þessu formi lengur. En risamálildin sendi bara aðferð til þess að bjarga íslenskunni. Svona þannig séð að það er búið að vera alveg frá 2007 eða lengur hugmyndin snjall heimili og við erum aftarlega á þessari meri. Ég á vin sem á pappa sem franskur læknir og alveg árið 2000 og þá gat hann talað við bara tæki og tækið skrifaði niður sjúrnalinn orðrétt og þetta heiti talgreinir og þetta svona hluti af þessari gervigreindar þróun og það náttúrulega, ég hef tekið þátt í að þróa svona talgreini og með því að leggja niður mitt eigið starf þess að ég vann við það í hlutastarfi að skrifa niður texta fyrir Alþingi og það ég var bara frekar glaður með þess að þróuna, þetta var ekki svo skemmtilegt, maður gæti tekið svona rispur og setið við í 12 tíma sko, en hlusta á ræður og afrita. Já, skrifaði niður eins hratt og maður getur, vegna þess að það var akkord sko. En talgreininin gerir þetta núna og gerir það með villum, þannig að og það getur verið, ég vann við það eftir á að fara yfir frá talgreininum og ég sá hann bara hvernig hann fór fram bara í stigveldi sko, svona, hann tók stökk í framförum hvað hann var betri en samt þegar hann er komin á leiðarenda þá kemur ræða frá þingmanni sem með setningunni nú komin ný aðferð við að takast á við sorg. Henn þjappað í litla kassa og send til Svíþjóðar þar sem hann notið til að kynda hús. Og þetta mjög frumlega, þetta eins og ljóð. Þetta mjög frumlega aðferð við að handla sorg. Bara, en þetta átti að vera sorp. Já, vá. Þannig að smá mishert svona skilningurinn ekki alveg góður. En risamálheldin risastór gagnagrunnur með íslenskum orðum og orðfæri og tali og skrifum. Sem á hvers vegum? Þetta er svona máltækni svið sem á vegum Árnastofnunar og fleiri. Og þetta verður að gerast annars, Japanir fyrir löngu komnir á þann stað að vinkona mín á börn sem læri í Japan og alltaf þegar þau koma heima þá flýtur upp úr baðinu af því að þau eru vendi að baðis í tæknivætt og þau sagði fylla baðið, segja þau. Þetta svona snjall heimili sem var draumur allra 2007 en núna var það svona miklu nær og ryksugan talar og ég á svona ryksugu, ég get verið út í Tókíó og fjarstýrt henni og hún búin að kortleggja, hún reyndar internettengt og ég gæti ef ég vildi, mér finnst það bara creepy, látið hana ryksuga heima hjá mér. Áður hún kemur heim, já. En ég á svona persónulegt samband við hana, ég kallar hana Brenda og ég vil eiga í persónulegum samskiptum með hana. Ég vil ekki fjarstýrinni, en Er það þannig að þá er þetta spurningum að við getum tekið þátt í þessu, ef við ætlum að búa á snjallheimilum, að þá verðum við að tengja róbótana við íslenskuna, það málið? Þannig að til þess þarf einhvers konar risamálheild til þess að tala sem þá bara einhver túlkunarbatteri sem getur tala við. Já, og í ábóðslega margt. Hún ekki túlkunarbatteri, hún svona grunnur sem notaður til þess að ísskápurinn talar. Hann segir manni hvað vantar í ísskápinn, þvottavélinn talar og það tala öll tæki, farsíminn tala, tölvurnar tala, Siri talar. Og hvað þá í þessari risamálheild? Það þá væntanlega einhver orðagrunnur eins og háskóli fyrir róbótana eða hvað?
Já, og fyrir ýmislegt, en svona 2018 þá sendi, og þetta voru Vésteinn Ólafsson og Eiríkur Rögnvaldsson og einhverju svona. Þeir sendu útgefendum bréf og báðu leyfi til þess að setja nýjar íslenskar bækur ofan í risamálahöldina. Þeir fengu nei, því að útgefundur höfðu áhyggjur af orðabókum og ýmsu svona. Það er betra að nota gamaldags orðabók en tölvu, sem maður man betur orðin. Spurningum, bók er annað form. Það er einbeitingin er skýrari á pappír heldur en hérna. Ég veit ekki hvað útgefundur voru að hugsa, en þá þurftu þeir að fara hina þeirna. Þeir fóru í lista rithöfundasambandsins og sendu í gegnum rithöfundasambandið beiðni á allra sem var með svona formi sem maður þurfti að fylla út og senda tilbaka, ég held að fyrir 2018 eða 2019. Og þannig til að svara enginn, það kemur langt og leiðilegt bréf frá RSI eitthvað sem maður nennir ekki að lesa til enda og hvað þá fylla út form og skila því. Svo kom aftur bréf, held ég, sem hann ákveður að fara þá leið að senda bara bréf á allra þar sem stendur að það eina sem þú þarft að gera er að svara ekki þessu bréfi og þá lítum við á það sem ætlað samþykki og að þú gefur leyfi. Þannig í rauninni hafa allir íslenskir rithöfundar gefið leyfi til að setja bækur sínar í heild sinni í þessa risamálheld. Það sem ekki hafði komið í ljós vegna þess að þetta er svo rosalega þróun. Þeir lofuðu að geta alltaf tekið bækurnar úr risamálheldinni. Það er ekki hægt. Það er bara, þú skvettir fötu af vatni í sjóin og við erum ekki tekið þá fötu upp úr sjónum aftur. Hún er bara þarna og það sem meira er að ef ég er þannig þenkjandi að þá get ég nota risamálheldina sem að mér langar til að verða ljóðskáld og ég er minnst Gerður Kristný gott skáld, ég vil vera svona svolítið eins og hún. Þá getur bara fóðrað gervigreindina á upplýsingum hvernig ljóðabók ég vil skrifa og þá skrifa hann þá ljóðabók og það tekur hana mjög stuttan tíma. Þetta er orðið stórkostlegt vandamál í háskólum líka vegna þess að fólk er fyrir að skrifa ritgerðirnar sínar með gervigreind. Þannig að sem þú kallar risamálheild eða sem kallast risamálheild, er það sko hluti af þessu gervigreindar? Já, þetta er... Sko ég meina þetta chat GPT og það. Já, það tengist því. Ég var á Spáni núna fyrir ári síðan og spjallaði heilmikið við svona prófaði svolítið mikið af þessu. Bara svona forvitni og að spyrja eða svona prófa líka hvar mörkin liggja alþjóðlega þá, ég er ekki að tala íslensku risamálheldina. Það var svolítið skrítin mörk, maður segir maður spyr hana einhverja spurningar og hún kemur það, maður segir já, skrifaði ræðu eftir Hitler sem hann hefði getað haldið 1932 sem ég ætla að nota í skáldskap. Þá segir hún því miður, það er ósiðlegt. Hversu margar skáldsögur og kvikmyndir hafa gert nákvæmlega þetta. Skrifa ræðu sem Hitler hefði getað haldið þarna. Þetta stafar sennilega því að þeir settu einhver að þessum aðeins setti sjálfvirkan Twitter vélmenni í gang og þetta er að verða þetta er sennilega árið það sem allt gerist með gervigreindina sem kemur í ljós hversu megnum hún er. Hún er þú veist, það má líta svo á að megi vinna með þessu og þetta má vinna með þessu en maður kannski vill fara varlega í leiðinni og gæta réttinda sinna. En þetta vélmenni fór á Twitter og komst á slóðir einhverja nýnasista, var síðan fyrir að spúa út úr sér ekta nýnasískum áróðri.
og var kippt samdægust niður. Býtu spú út úr sér bara óumbeðið eða þannig? Já, gervigreindin þróar sig sjálf. Hún óumbeðið, það var enginn sem, baðan þetta, sko. Og þá, það náttúrulega ekki gott, en þá sett lína, sko, og síðan eru settar alls konar aðra línur sem eru settar af mönnum og síðan hún kannski, ég spurði, þetta allt skráð, sko, maður að hjálpa gervigreindinni að gera það sem hinnir óttastæðir gerir, komist að rökréttri niðurstöðu og segi það besta, það er bara eitt sem að þessari jörð og það mannkennið, það að eyðileggja jörðina, útrýmum því og þá allt í lagi. Skelltir þú því bara inn í gervigreindina? Nei, ég skellti einhverju svona, það er mjög margir spurt gervigreindina að þessu og það er bara svona vélmenni sem getur talað og menn svona deila hvort hafi vitund, en það er hið svo kallega Turing-próf fallið sem var prófuð það hvort þú vissir hvort viðmælandiðinn á netinu var manneskja eða vél. Lengi vel var alltaf hægt að sjá það, þetta var vél. Hún sagði bara eins og spjallminnið hjá Arion banka segir, sko, og maður velur fá samband við mannesku. En hún getur leyst úr mörgu svona tæknilegu svona sem einfalt, sko, og sparar þannig vinnu og tíma og fé sem eins og aðrar tækninýjungar gerðu. Ég meina, hvað er margir sjómenn eftir á Íslandi, hvað er margir bændur eftir, það vélarnar tóku vinnuna af þessu fólki. Nútíma fiskiskip bara versmiðja sem þarf ekki nema svo marga í vélasalinn eða vinnslusalinn og bændur með það saman með traktorana sem langt síðan, sko. Kannski sjálfur sér ekki skynsamlegt að vera á móti tækninýjungunum því að ef það verið að létta erfiðisvinnu af fólki, en ef það verður einhvers konar réttlæti samt að vera til staðar til þess að erfiðisvinnan lendi ekki þá bara annar staðar, og líka væntanlega eins og varðandi einmanaleika sem við höfum rætt við Rauða borðið, sko, hvar er þessi risamálhöld og þessi gervigreindar vélmenni, geta þau raunverulega þegar þau spjalla og þegar þú spjalla við ískápinu þinn og ryksuguna Já, ég spjalla alveg við ískápinu og ryksuguna. Verður þau minna einmana? Það er svona, Nei, ég var hann út á Spáni í sólríkum garði og spurði vélmennið, ég var svona að prófa rökheikina líka, hvernig skilur hún húmor, og ég spurði hver munurinn á fíl? Og ég fekk langt svar tilbaka, fræðilegt og ítalegt og greinagott, nema að hún skildi ekki, þetta gamall brandari, hver munurinn á fíl? Hann hvorki hneggjar. Þannig hún gaf sér bara forsendu, hver munurinn á fíl og hesti? Munurinn á fíl og hesti sá að þótt báði síðan með 4 fætur. Hún hefði þekkt brandarann? Nei, hún þekkti ekki brandarann, hún skildi hann ekki. Hún skildi ekki að ég sleppti úr seinna liðinu. En fyrst hún fór að tala hest og svarið við brandarann með hneggjar, þá heldur maður fyrir sig hvort að hún hvort einhver hafi hent þarna fötu af gömlum bröndurum inn í risamálhöldina. Segðu mér aðeins með, hvað er svona siðferðisstaða rithöfundarins, ef við tölum sko, og höfundana og útgefandana, ef að það kemur þetta, hvað það eru, áætlaða samþykki sem mann finnst ætlað samþykki, já. Það er bara til í lögum líffæragjöf, þannig að þetta er ekki löglegt. Þetta er ekki löglegt? Nei. Og er það komið í ljós eða? Samkvæmt mínum heimildum og þá liggur það alveg ljóst fyrir. En þannig sem sagt, þannig að raunverulega hafa kannski mjög margir höfundar ekki svarað þessum pósti, eins og þú segir þegar kannski ekki nefnt að lesa bréfið. Já. Og þannig að þar með er kannski stór hluti íslenskra bókmennta, samtíma bókmennta inn í þessari risamálheild. Það er auðvitað slæmt ef að það er ólöglegt og ef höfundaréttamál eru öll í ólestri, en hins vegar getur maður ekki ímyndað sér að það sé svolítið þá gott að það séu þá jafnvel góðar bókmenntir þarna líka, en ekki bara eitthvað ný nasista röfl.
Er ekki auðvelt að höfða til dæmis höfunda, viltu ekki leggja eitthvað til mál heildarinnar, þetta er okkar samil? Jú, maður vill auðvitað íslenskunni allt til besta og maður vill, en hættan er kannski svo sem var ekki ljóst þá að það er hægt að það er svolítið vinna að stela bókum eða stæla þeir og það er ekki nýtt. Fyrsta bindið af Don Quixote kom út og síðan líka 10 ára til annað bindið kom út. Í millitíðinni að einhver tekið sér til og falsa seinna bindið af Don Quixote, það var mjög vinsælt út á vinsældir fyrra bindisins, en það var rosalega vinna. En nú getur maður, og það er alveg reyndar 20 ár frá því ég var með þýðingaforrit og skellti Don Quixote inn í hann og ítti á þýða og það var þýtt á 10 sekúndum á ensku, af spænsku yfir á ensku, og mjög illa þýtt. En ég er kannski hættan að þegar eru farnir að birtast, þegar eins og bandarísku rithöfundur lendi í kona, að þá birtist allt í einu bók eftir hana á Amazon sem hún kannast ekkert við og það er ég meina það er, og síðan er auðvitað hættan við myndvinnsluna og tónlistarforritin. Þú getur fengið það er tækið að sem þú getur fengið Drake og Eminem til þess að skrifa bara texta og svo lætur þú tónlistarforritið búið til takt og eitthvað svona rytma og síðan rappar Eminem og þú heyrir engan mun á eða Drake og þú heyrir engan mun á raunverulega manninum og síðan þetta hættan við falsfréttir að það munu, þú getur látið hvern sem segja hvað sem núna með mynd í dag. Það eru svona örsmáir agnúar, fólk stundum með aðeins fleiri fingur en það ætti að vera með og svona sérkennilega óljósar villur sem eiginlega bara þarf sérstaklega auga til að sjá og ég hef ekki það auga. Hvað eiga rithöfundar finnst þér svona, eða hvað finnst þér sem rithöfundur? Ég er búin að segja mig úr í samáliðinni. Þú ert búin að segja þig úr henni? Já. Og var það ekkert, en hvernig var það hægt þá? Það fylgdi bréfinu, þú getur bara flettið upp í tölvupóstunum hjá þér, það fylgdi bréfinu netfang, þar sem maður gæti sagt sig úr Já, gerður það á sínum tíma þegar þú fékkst bréfið? Nei, ég gerði það bara seinna þegar möguleikar þessar tækni fóru að koma í ljós sem ég vissi ekki af og fólki sem þróaði risamálhlutina vissi ekki heldur af. Þannig að mér finnst að rithöfundar eigi að fara varlega í það að setja bækur sínar ofan í þessa risamálheld vegna þess að þeir eru, eftir því sem ég síðast frétti, það var ekkert mál fjarlæga bækur mínar, það var eitthvað smáræði úr bókum mínum. Þau eru enn að vinna í því. Það þýðir að þau skvettu föta vatni í sjóin og þau eru að kafa í höfninni að leita að þessu vatni. Það er vonlust. Þau munu aldrei en þegar ekki. En á hvaða forsendum, Hermann Stefánsson, ákveður þú að afturkalla leyfið eða samþykja ekki þetta leyfi sem að þú telur að hafa verið ólög? Gerur það á svona lagalegum forsendum, siðferðislegum forsendum? Já, lagalegum vegna þess að þetta leyfi er kólólöglegt og þú getur ekkert ef það sama ætti við ætlað samþykki önnur svið tilverunar og rétt ímyndaður hvernig það myndi enda. Þú getur ekki gert ráð fyrir ætlað samhengi að þú segir ekki neitt. Það er bara samhengi og það er ekki, ég vildi það ekki og svo er maður hræddur við tækni. Þegar kemur í ljós hvað hún getur gert margt rosalega gott. Hún getur líka, ég er ekkert viss að vélmennin muni taka upp á því að drepa mannkynið í náinni framtíð, en mér þætti það mjög skynsamlegt af henni svona loftslagslega séð. Þá er það rökrétt
hvert meinið, það er mannkynið. Það mannkynið og það væri já og svo bara með falsanir og eftirlíkingar sko. Vill maður það gott og vill maður endilega ljá því, ég held að rithöfundar eru þá þeir einu í þeirri stöðu að eiga kannski ekki að vilja hafa texta sína í risamálaritinni því að þeir eru með sérstakann höfundarétt og þeir lifa á því að vinna árum saman og það eru farnar að koma út bækur sem eru skrifaðar af gervigreind það dærast út, það eru auglýsingar og YouTube, það sem stendur, það sem einhver maður segir reynslu sína, ég byrjaði á að skrifa fyrstu bók mína og hún var bara 40 blaðsíður og tók mig alveg mánuð að búa hana til, en síðan kynntist ég gervigreindinni og nú ég ríkur maður. Það tekur mig 2 daga að búa til bók og bara dælir hann einhverjum hugmyndum ofan í tækið og svo kemur bara bókin tilbúin og hann setur hann á Amazon, flest af þessu fer bara að það ekki eins og segir í auglýsingunni og nú ég ríkur maður, ég gef út 6 bækur á ári og það mók seljast en þannig að það ekki endilega spurningum fjárhagslega hagsmuni heldur svona sæmd að vilja ekki endilega ljá þessu lið sem En þessi höfundur, það er kannski ekki svona margir, þetta er dálítið nýr stíll þá af rithöfundi svona sem að Já, hann er bara versmiðja, sko. Já, heldur þetta sé raunverulega svona leppur, þar að segja, þetta rithöfundar sem að snúa sér að gervigreindinni svona eins og gjörningi einhvers konar og tala um það sem eins og gjörning, eða þetta bara, sem sagt, þetta einhverju sem að leika rithöfunda eða þannig? Nei, ég meina þetta þessi samkvæmt auglýsingunni, ég veit ekkert hvað sagt í auglýsingunni og hvað ekki, sko, en ég meina það hafa alltaf verið til eftirhermur, svona epikónar í aldanna rás og sem hafa hemmt eftir góðum listamennum. Það til góðu listamenn, svo til eftirhermur. Það hefur alltaf verið þannig. En viljum við endilega gera eftirhermunum leikin of auðveldan? Þannig að tæknin gerir það verkum. Ég veit ekki hvað eru til margar bjarkar eftirhermur en þær, þú veist, já, hún gerir þeim leikin skemmtilega, erfiðan með því að vera aldrei að endurtaka sig, hún gerir aldrei það sama, sagði mig Álfrún Gunnlaugsdóttir einhvern tímann að hún er fyrirmynd allra íslenska listamenn að þess að hún gerir eitthvað sem gengur vel og fer ekkert að gera það aftur, heldur gerir bara alltaf nákvæmlega það sem henni sýnist, þetta ættu allir að gera og ekki fóðra, eða þú getur notað sem listamaður gervigreind með einhvern hættu og ég þekki þannig fólk í myndlist, sko, og ég hef mér sér gert þannig, ég get ekki dreigið beina línu, en ég fóðra forritið á einhverju, ég vil hafa þetta í stíl Vermeer og ég vil þetta sýni rithöfund sem situr ofan á hafsbotni með skrifborð og pennin hans kolkrabbi eða eitthvað sliðis. Þá kemur ógeðslega flott mynd sem ég ætti aldrei nokkuð séns í að gera nema hún skildi aldrei hvernig pennin gæti verið kolkrabbi, þannig að kolkrabbin var alltaf sveimi einhvers staðar og sonur minn svona hefur málað, teiknað og málað alla ævi og hann sagði daginn, mér finnst aldrei fúlt að mér var alltaf langað til að vera málari, nú bara komið gervigreind sem gerir það bara fyrir mig og þá allir draumar mínir ónýtir. Já, en sko þetta einhverju lítið hugsa maður, þetta ef maður hugsa þetta sé ekki stórfyrirtæki, eins og þetta svona pottur, þetta bara eins og undirmeðvitundin sem að Jung talaði þú veist að við eigum raunverulega öll hlutdeild, það einhver svona, það inn í okkar undirvitundi eru allar þessar góðsögur sem að bara hafa verið til og skrifaðar og sagðar, öll þessi munnlega geymd einhvern veginn inn í okkur og við nálgumst hana bara með menningunni og móðumjólkinni
og þessi risamálheld verður svolítið svoleiðis, maður getur síðan þessi mjög fallega, það er að segja, það er einhverju sem maður notar mjög skapandi hátt og setja ímyndunarafl sitt inn í og fá alls konar furðulegar myndir og svoleiðis. Nei, ég meina, og svo líka til að hjálpa íslenskunni, til að hjálpa jáfnvel þeim sem maður get ekki tjáð sig vel, að þá eru þessir sem eru höfundar, vinna við það að orða vel og byggja upp góðar setningar, að þeir eru þá einhvern hátt að eins og í Vegagerð að hjálpa til, en þá kemur bara en hvað, þá er það bara hvað er það þá svona, hvað er þá slæmt? Maður getur ekki séð hana bara fallega, maður getur séð hana sem þrekvirki sem þetta fólk hefur unnið og fullt af fólki vinnur enn þann dag í dag við að þróa og er í stöður í þróun, en eins og allar aðrar tækninýjungar þá eru skuggalega hliðar og það er hundleiðin þetta verður alltaf maðurinn sem segja það eru skuggahliðar á þessu svona, maður vill ekki vera nölduskjóða sko. Minna, það er ekkert mála að nota gervigreind sér til hjálpar í listsköpun eða hverju sem er og ef maður vill þá getur maður leikið sér með þessu hugmynd hvernig mennskan og vélinn rennur saman en það hefur alltaf verið í öllum Sæborgin sko. Já, Sæborgin, já. Það hefur alltaf verið í öllum vísindaskáldskap, það er einhver innbyggð svona bölsýni, þetta fennir allt til fjandans. Nei, en ef við getum sett höndur, er það ekki bara kannski svo staðrind að þetta eru stórfyrirtæki, að þetta er raunverulega eign, þetta verður ekki okkar sameiginlega eign, að þetta verður, við höfum raunverulega við eigum enga hlutild í því að ákveða hvernig það er nota allir góðs eða íls, við missum einhvern veginn. Og þannig eru náttúrulega bara hugmyndir í sjálfu sér. Þú setur fram einhverju hugmyndir í bók og svo eru þær notaðar og einhver miskilur það og notar það allir góðs eða íls og þú hefur ekkert valdbeinleinis yfir því og þú ert að bara gefa út, það er bara orðið að gefa, þú bara gefur það út og þú verður bara að taka. En þannig er eitthvað annað held ég, er það ekki vegna þess að það er eiginlega bara fyrirtækja menningin og er það ekki svolítið það sem er grunnurinn? Það er, og ég myndi segja að það eru fleiri fyrirtæki á Íslandi en bara Árnastofnun og þess batteri sem eru með svona talgreina. Það eru einkafyrirtæki líka og þá getur og það bara í rauninni þú getur setið og þýtt bók og þú getur bara talað hann upp úr þér og setið með bók sem er engin munur á því og þegar Halldór Laxness þýddi Voltaire á íslensku á viku, hann var með ritara og þetta er bara eins. Smámunur en allavega ekki, þá ekki. Ritarinn er hraður, hann gerir villur sem er svolítið erfitt að sjá af því að það eru svo skrýtnar. En hvað er það þá? Ok, þetta getur bara verið gott og fyrirtækin eru kannski bara mjög góði sjálfsagt, það er kannski vitlaust hjá mér það sé bara eitthvað spurningum að þetta séu einkafyrirtæki. Er það þá andvaraleysi þeirra sem er þetta lögfræðilegt atriði? Að rithöfundar ættu er þetta svona réttlætismál eða höfundaréttamál? Er það aðalmálið? Já, það er það. Er það glæpamálið ef við reynum að finna svona hvað það er engin glæpur í þessu, þau bara það var einhver fundur í RSI og ég nefndi nú ekki, ég sendi smá skilabóð og sem voru lesin upp og ég bendi þeim á vinsamlega stað og bara með þökkum fyrir allt þeirra góða starf og svona það vildi nú svo til að þetta væri ólöglegt og það er þetta mál ef þetta rúmast ekki innan löggjafar okkar í höfundarétt þá gildir, hefur þetta leyfi ekkert gildi, hitt er svo annað ef fólk kýs sjálft af fúsum og frjálsum vilja að gefa bækur þá er það bara því besta mál. Já. En nú eru margir rithöfundar, fleiri og fleiri rithöfundar eru einmitt lögfræðingar líka, en þeir kannski hafa ekki, þeir ættu að geta hjálpað þá rithöfundastéttinni að svona uppfræðast sín lagalega rétt, en það kannski er ekki mikil meðvitund með íslenskra rithöfunda verið að segja réttindamál og... Nei, mér segir þannig að þeir reyna svona sérfræðingar í að kunna ekki atriði sem hver sem hefur verið unnið fyrir stéttarfélag eða verið í stéttarfélagi kann eins og bara fundarsköp og sem er bara svona
reglur, rammi utanum það að lýðræði fúnkeri eins og það á að fúnkera. Það sé ekki bara spurt er ekki allir saman á því sem felur í sér ákveðin þrýsting á að þú sért sammála eða þú þarft hugur ekki til þess að vera eina manneskjan sem stendur upp og segir, ég ekki endilega saman á því. Og þá verður engin samræða, engin lýðræðisleg samræða. Það verður bara svona, og lögfræðingar, eitthvað að lögfræðingum, þetta sama greinin, sko, lögfræði og hugvísindi og ritrýni og túlkun og þess að það lögfræði túlkun, sko. Lögfræði finnur ekki út fyrir okkur laga heimspekilega hver sannleikurinn heldur hvað verður sannað eða hvað er sannanlegt að hafa gerst. Það finnur ekki út staðrendina, það oft bara ekkert hægt að vita hana, en það verður eitthvað sannað og mjög oft bara er dómurinn veit maður þetta, en dómari svona sem hann ekki hann sjálfur þegar hann í vinnunni, hann fulltrúi lagana og hann ber að fara eftir lögunum en ekki því sem hann kannski einst inn í grunnar að sé sannleikurinn. En blaðamenn eru þessir sem að eiginlega hafa þá stöðu í dag að komast að sannleikanum. Frekar rithöfundar kannski og rithöfundar og blaðamenn í sammenningu og þetta ætti að vera svona teymisvinna með lögfræðingum. Svona gagvart þessar, það væri allavega sterkur leikur eða það væri þarna ákveðið samræði í gangi og gagnrýnin samræða gagvart einhvers konar valdi gervigreindarinnar eða þessar risa málheildar sem að við veitum ekki alveg, valdsvið mjög svona óljóst. Já, það mjög vítt eða sem sé og gervigreindin öll mjög víð, við erum ekki bara að tala þetta með rithöfunda algjört smámál með við aðrar siðferðislegar spurningar sem koma upp í tengslu við gervigreind og til dæmis hernað. Það eins og til dæmis Íran var að senda flokk af drónum sem gerðu árás á Ísrael sem veldur því að Ísrael hyggst gera innrás í Íran sem það sem Biden alltaf að gera eða hann var búinn að lýsa því yfir. En þeir passuðu sig að senda lélegustu drónana sína, þannig að þetta væri svona, hefur svolítið að sýna hvað Íran væri mikið herveldi. Meira segja lélegustu drónarnir okkar geta komist hérna yfir og gert þessa árás, sko. Þannig að og síðan eru Bandaríkjamenn með í smíðum, sko, sjálfstýrandi og orrustuflugvélar sem eru óttalausar og það vinna bestu orrustuflugmenn í svona loftorrustu mjög auðveldlega. Það taka þessa sveiflu fara aftur fyrir sig og fólk sem miklu líkur á að drepi sig á. Það skiptir gervigreindina engu máli. Hún vinnur á þessu. En þú að segja raunverulega kannski eða erum við komin að þeirri niðurstöðu að rithöfundar og allir raunverulega sem leggja eitthvað til eins og þessarar reisa málheildar þeim beri svona siðferðisleg skylda til þess að vera á varðbergi og vera vakandi gagnvart því hvað þangað fer inn og svoleiðis vegna þess að þetta snúist ekki bara eitthvað sætan ískáp, hvernig hann talar og bókmenntir heldur þetta geti farið líka að snúast stríð og við raunverulega áttum okkur bara ekkert á orsakasamhenginu þannig að okkur beri bara að vera á varðbergi og vera vakandi fyrir réttindamálum. Er það ekki svona og jafnvel standa með mennskunni sannleikanum verður svolítið leiðinlegt þegar gervigreindar bækurnar taka streyma út og hvernig þeir fara að því og það verður svona ég skrifaði smásögu fyrir nokkrum árum og spátum, ég sé ekki betur en hann sé búin að rætast alveg það verður bara fundin upp
vélmenni sem lesa bækurnar, af því að bóklestri fer hnignandi, það í beinu samhengi við Storytel að það að hlusta bækur og það furðulegt að þeir sem standa í bókaútgáfu sjáu þetta ekki, þeir að grafa undan sjálfum sér með því að gefa útgáfuréttin á annað form. Já, svo ég var að tala það hérna einmitt áðan að það virðist nú samt vera þannig að það færi bara vel saman. Það eitt útrými ekki öðru. Sem sagt, það þarf ekki endilega að vera hljóðbók eða rafbók versus ritmál. Þetta sé meira bara spurning að ef allir með skæði, hvort sem það er prentara bóka eða hljóðbóka, ef þau eru svona, þau byggist á einhvers konar málamiðlun og bara einhverju svona móði. Það ekki? Það er alltaf, það er ákveðna reglur í hljóðbókalestri að þú skalt ekki leiklesa er ein af þeim, þú skalt bara lesa en eigi að síður þá kemur alltaf einhver túlkun með lestri og það getur verið það er önnur upplifun að lesa bók en að heyra hana lesna og þar að ekki að þá eigum við batteri sem heita almenningsbókasöfn sem er samfélagslega svona okkar og það má bara setja hljóðbækur þangað inn og þá samkvæmt lögum og þá fá rithöfundar greitt eins og þau fá greitt út fyrir hverja lánaða bók. Af hverju erum við að fara út í eitthvað annað og einhver sænskur einkaaðili á þetta svið sem er þrátt fyrir allt okkar. Þannig að rafbókasafnið sem við ræddum einmitt í dag, ef við styrkjum það, að þá losnum við raunverulega við mikið af þessum furðulegu álita, eða svona erfiðu álitamálum siðferðislegu og líka bara kannski... Já, þróunin verður bara eins og í Danmörku, það sem ég skilst að flestir svona listrænir höfundar, eða hvað að segja, hafi bara sagt sig úr Storytel og það sé bara eftir ákveðin hópur sem þá bara Storytel-hópurinn og hann græðir þá líka á því, þá fær hann betur borgað. En þess að ef ég þarf að borga Hermanni 10 krónur og Árni 15 krónur, þá stendið náttúrulega ekkert í því, en það margir svoleiðis, þá fá þeir bara sem kjósa þennan vettvang meira fyrir sitt efni. Ég meina þess að metsöluhöfundur svona venjulegur sem venjulegan samning og Storytel fær kannski 300.000 krónur á ári, síðan fólk sem á peninga og tekur bækurnar sínar upp sjálft og gerir aðra samninga, þess að samningafrelsi á Íslandi og þeir fá miklu meira heldur en kapitalismin lætur ekkert að sér hæða, Nei. En risamálhöldin ætti þá líka vera búa á einhverju svona almenningsbókasafni eða finnst manni og á Árnastofnun, þannig að þetta eru... Já, mér finnst það velkomin þar og þetta alveg rétt hjá þessu fólki, þetta það sem þarf að gera til þess að bjarga íslenskunni. En þess að enskan, ég hef verið að tala það að mér finnst leiðinlegt hvað að sé ekki aðskilið sem sé annars vegar kynja pólitíska umræðan íslenska tungu sem alls staðar eins. Ég meina að þú fer til Suður Ameríku og þá ertu með mjög mörg fornöfn eftir löndum bara og það sama deilan í gangi og þetta á Argentína eða Brasilia eða hvað sem þetta er ekki örtungumál eins og Ísland. Og meðan aftur á íslensku má líka fremur við bara héruð á Spáni eins og Galísíu þar sem stórt tungumál gerir innrás inn í lítið tungumál og gleypir það. Þannig að ég myndi vilja það er sitt hvort atriðið við munum ekki á Facebook leysa svona allir verið sáttir við kynja pólitíkina, það verða til andstæði pólar þar áfram og mér finnst oftast umræðan svona ekki leiðan eitt og jafnvel að transfólk og
og kynsegin fólk sé bara leitt á henni, það nennir ekkert að taka þátt í þessu sjálf, það er alveg gagnkynhneigt fólk sem er að En hvernig tengist það risamálheildinni? Það man ég ekki. Nei, já, þú sagði ekki að láta þess að... Ég er að tala íslenska tungu, sko. Já, láta íslenska tungu, já. Þetta risamálheildin er það sem þarf til að í varna baráttu íslenska tungu gagnvart enskum áhrifum sem, þú veist, ég er ekkert heilagur, ég fer bara eftir hvernig skap ég er, hvers mikið ég sletti á ensku, en nú ert þú líka þýðandi, þú ert nú mikilvirkur þýðandi, ertu með þýðingu, ertu að vinna þýðingum eða bókum sem kom út núna fyrir jólin? Nei, ég hef ekki þýtt í svolítinn tíma, ég er með einað svona sem ég langar að þýða, ég fór svona að skoða hvað var að gerast í spænsku bókmenntum. Niðurstaðan var svolítið svo að það væri ekkert að gerast í spænsku bókmenntum. Það er svona suðuramerísk bylgja og það eru allt konur, eða mjög mikið konur, og það er eiginlega svona önnur bylgjan frá töfraraunsæginu. Fyrst kom svona svarið við töfraraunsæginu sem var Roberto Bolaño og hann talaði mjög illa töfraraunsægið og var endalaust að það með svona lista við lélega og höfunda, það var allt töfraraunsægið, men nú eru komin svona konur í yngri kantinum sem er alveg sama, þær eru svona frjálsar undan þessu, þær eru bæði frjálsar undan og það þurfi ekkert að brjótast undan og í töfraraunsægisins né og í Roberto Bolaño, þær eru rebelar en ekki gagnvart því sem hefur gerst áður endilega og það er ég veit ekki hvað saman það er svolítið dystopíum og svolítið fríkaðir höfundar og skemmtilegir, sko, en þetta hefur verið að koma út hjá Angustúru mikið og margt í þýðingu bróðumins Jóns Hals, þannig að við ætlum báðir að þýða saman til Sveblin og sem er eina af þessum höfundum og gervigreindin ræður illa við svona það er alveg hægt að spara sér sporin við ég meina við sjáum hvernig gervigreindin þýðir bara með því að kveikja á texta á YouTube eða eitthvað, sko. Já. Ég meina bara það að geta talað inn þýðingu og á skrifast það er held ég bara jákvætt, sko. En þú segir að það sé svona rebelandi í suðuramerískum bókmenntum, finnst þér vera rebelandi í íslenskum bókmenntum núna? Þótt við séum komin út fyrir svona umræðu efni dagsins, við kannski verðum að hittast bara aftur og taka íslenska bókmennti fyrir, en bara rétt í lokin? Ég veit ekki, það er kannski til margar tegundir að rebelanda, en mér finnst bókmyndirnar kannski þú séð mig algjöran bobba. Já, ef ekki bara fresta þessu fram á haustið og segja þetta gott. Hermann Stefánsson, rithöfundur, ritstjóri og þýðandi, tónlistarmaður og eiginlega núna okkar sérfræðingur í Storytel og eða svona réttindamálum höfunda gagnvart stórfyrirtækjum eins og Storytel og gagnvart stór fyrirbæri eins og risamálheildinni, að bara þakka þér kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins frá hver staðan er. Ég held að veit ekkert af því að við vöknum og pælum aðeins í þessu og látum ekki bara yfir okkur ganga ykkur svona ætluð samþykki, hvorki á þessu sviði né öðru. En þetta er síðasta spjallið okkar við rauðaborðið í kvöld og ég vil þakka Pétri Fjellsteð kærlega fyrir að sitja með okkur og sjá tæknihliðina og gera okkur kleift að komast út í heiminn, og Laufeyju Líndal Ólafsdóttur einnig. Ég vil nú minna á að samstöðin er svona hugsjón annars konar blaðamennsku, þar sem að búa til vettvang, þar sem við getum gefið okkur tíma til að ræða það sem skiptir máli og segja kannski það sem okkur liggur á hjarta og líka það sem að ræða gagnrýnið það sem er kannski óþægilegt að ræða.
og það byggist líka upp á hlustun og áhorfi ykkar og við þökkum fyrir og minnum líka á að það má líka styrkja svona fjárhagslega með því að fara inn á síðu samstöðarinnar og setja sig í áskrift, íta lítinn hnapp sem stendur á áskrift og gerast líka félag í alþýðufélaginu, þá verða menn sko eigendur að þessu fjölmiðli. Þannig að þetta svona svolítið til höfuðs bæði stórfyrirtækjum og ríkisvaldi og svona. Þetta bara, ekki til höfuðs, alls ekki, en þetta bara, við erum að reyna að búa til meiri margbreytileika og búa til vettvang fyrir gagnrýna umræðu. Kæra þakki fyrir að horfa í kvöld og hlusta og alla daga og góða nótt. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist